Blessuð, heyrist ekki örugglega í mér. Alltaf svona, þetta svipað á Teams-fundum, þar sem maður þarf að byrja á þessu að spyrja hvort það heyrist í manni. En nú heyrist það ekki. Flott. Velkomin á Málþing í tilefni 50 ára afmælis Friðlandsins á Hornströndum. Ég heiti Inga Dóra Hrólfsdóttir og ég er sviðsstjóri hjá Náttúruverndarstofnun, sviðsstjóri sviðs landvörslusviðs sem fer með rekstur allra friðlýstra svæða á Íslandi og þar með talið eru það Hornstrandir sem er ákveðin demantur hjá okkur og á sviðinu eru starfsmenn sem fara með rekstur Hornstranda og má kannski fyrst og fremst nefna Kristínu Ósk sem ég veit að mjög margir hér þekkja og svo landverðir sem að sinna svæðinu. En þetta heiti á Málþingi finnst mér skemmtilegt. Björgin þau sungu. Þetta er tilvísun í ljóð eftir Harald Stígsson frá Horni sem hann semur til Bjargeyjar Pétursdóttur og síðustu orð ljóðsins finnst mér vel viðeigandi akkurat fyrir þetta svæði. Brekkan hún ljómaði, björgin þau sungu og blíðviðrið fagnaði þeim. Þetta á svo sannarlega vel við að Málþingin heiti í höfuðið á þessu ljóði. En friðland er sérstakur flokkur friðlýsinga. Þar sem markmiðið er vernd vistkerfis, búsvæða eða tegunda lífvera sem eru sjaldgæfir í hættu og vernda líffræðilega fjölbreytni. Og friðlandið Hornstrandir er einstakt svæði á alþjóðavísu sem við gleymum oft en erlendir gestir minna okkur svo oft á. Fáir staðir í heiminum eru jafn lítið mótaðir af manninum. Svæðið er friðlýst sem friðland en hefur undanfarin 10-15 ár verið unnið með sem víðerni en eitt af aðal einkennum friðlandsins er akkurat hversu afskekkt það er og lítið mótað af umsvimun og ágangi manna. Það er mér sérstakur heiður að fá að opna þetta Málþing þar sem ég hef mínar persónulegu tengingar við svæðið. Fyrir utan það að vera búin að ganga þarna þvers og kruss, mögulega allar gönguleiðir sem hægt er að skoða á kortum, svona næstu því ekki allar, það eru nokkrar dagskránni. En þá var ég líka ættir að rekja þaðan. Langafi minn, Guðmundur Pálmason, var vitavörður á Straumnesvita sem nú kallar erfiðasti viti landsins og amma mín Ingibjörg var alin upp í Reykjavík baklátur. Þannig að þar hef ég setið og fundið svona ættartengslin. En þetta svæði er náttúrulega töfurum líkast og svo tilfinning sem grípur mann þarna, það kemur þegar maður kemur þangað, það er ekki hægt að lýsa henni fyrir þeim sem ekki hafa komið og ég held samt að þeir sem hafa komið hafi þessa sömu reynslu og ég og skilji hvað ég er að fara. Það er ekki endilega landslagið eða nálægð við fugla og refi eða öll þessi flóra eða sagan, merkilega sagan sem er svo stórkostleg, heldur er það líka eitthvað óáþreifanlegt sem grípur mann, einhver hughrif sem maður verður fyrir. Þannig ég er virkilega hrifin af þessu svæði og er stolt af því að opna þetta Málþing. En það er seint hægt að fullþakka landeigendum fyrir það hversu forsjálir þau voru þegar þau tóku þátt í friðlýsingunni fyrir 50 árum. Og það sem er líka sérstakt við þetta friðland er hversu mikinn velvilja landeigendur og íbúar og ferðaþjónustuaðilar hafa sýnt svæðinu. Samstarf hefur verið með miklum ágætum með þátttöku í hinum ýmsu verkefnum sem eru til þess fallin að auka verndargildi og taka því virkan þátt í verndun friðlandsins. Það er mjög verðmætt. Eins hefur samstarfi við Ísafjarðarbæ verið sérstaklega gott og þá má kannski sérstaklega nefna Hornstrandanefnd en líka almennt ýmis mál sem tengjast friðlandinu. Í Hornstrandanefnd er einn frá Náttúruverndarstofnun, 2
frá Ísafjarðarbæ og 3 frá Landeigandafélaginu. Þarna náum við svona hring umfjöllun svæðið. Ég ætla að þakka þeim sérstaklega sem komu að skipulagningu þessa málþings. Það voru fulltrúar frá þessum aðilum sem standa að nefndinni. Og þá ætla ég að kynna fundastjóra til leiks, en það Greipur Gíslason og hann ætlar að taka við stjórnartaumunum og þá set ég þetta málþing hér með. Takk. Bæjarstjórinn Ísafjarðarbæ, góðu gestir. Það mér sérstakt ánægjuefni að fá að vera hérna með ykkur í dag, kem kannski betur að því síðar. Þetta málþing strax orðið nægilega langt til þess að sé komið tími fyrir tónlistaratriði. Og hingað eru komnar 2 nemendur úr tónlistarskóla Ísafjarðar, það Gabriela Rún Rodríguez og Hildur Lóa Steingrímsdóttir. Þær ætla að flytja kveðju úr öðru friðlandi sem tilheyrir Náttúruverndarstofnun, Sprengisandi. Þetta atriði hefur þó sterka tengingu hingað því að útsetningin á þessu þjóðlagi sem Grímur Thomsen, sem við texta Gríms Thomsens, eftir Vilberg Viggósson sem undanfari þeirra stúlkna hér við tónlistarskólann. Gjörið svo vel. Þakka ykkur kærlega fyrir, stúlkur. Þetta var mjög hvetjandi og núna ekkert annað að gera en að reima á sig skóna og leggja af stað í þessa ferð sem þetta málþing Það verða ekki fleiri tónlistaratriði en ég lofa að það verða kaffipásur og það verða kleinur, þannig að við ættum nú að ná að brjótast í gegnum þetta saman. Við þurfum aðeins að breyta dagskránni, auglýstri dagskrá, vegna ófyrirséðra afleiðinga, ástæðna fyrirgefið. Þannig að fyrsti hlemmur dagskrárinnar, náttúran, ætlar að skipta sæti við annan hlemm, samfélagið. Þannig að við byrjum á því. Og fyrstur til þess að taka til máls formaður Landeigandafélagsins,
Yngvi Stígsson sem hvers nafns ber með sér að hann úr Hornvík. Mig langar að vekja athygli málþingsgesta á því að þinginu streymt og það eru áhorfendur eða gestir, málþingsgestir annars staðar á landinu líka að fylgjast með sem reglulega gaman. Þó þetta hefði verið skemmtilegast ef sem flestir hefði geta komið hingað en það önnur saga. Þannig að ég ætla bara að biðja alla sem koma hér og taka til máls að gæta þess að tala í hljóðnemann og eins þegar við tökum hérna stutt samtal í settinu á eftir að láta hljóðnemann ganga. Ég hjálpa ykkur með það. En Yngvi Stígsson, má ekki bara bjóða þér að stíga á stokk. Já, takk fyrir. Það mjög gaman að vera hérna með ykkur í dag. Já, ég heiti sem sagt Yngvi Stígsson og ættaður frá Horni í Hornvík og fyrir þá sem hafa áhuga á því þá ég barnabarn Rebekku Stígsdóttur sem var fædd og uppalin þar. Ég formaður Landeigendafélags Sléttu og Grunnavíkurhrepps og einn af fulltrúum þess í Hornstrandarnefnd sem samstarfsnefnd friðlandið. Ég fer reglulega inn á svæðið, hef tekið þátt í vinnuferðum bæði hjá okkur í Hornvík og farið í Aðalvík og inni þar í kirkjunni og prestbústaðnum og hef tekið þátt í refavöktun í Hornvík þar sem fylgst með refum við grinu og atferli þeirra. En ég ætla að segja aðeins svona frá aðdraganda fyrir lýsingar og stikla svolítið á stóru til að byrja með. Upp úr aldamótunum 1900 fjölgaði fólki í Sléttuhreppi og hélst svo langt fram að seinni heimsstyrjöld, en þá snerist þróunin við og fækkaði mjög hratt, allt til hreppurinn fór í eyði. 1953 var mannlaus og eftir það var engin sveitarstjórn, byggingarnefnd eða umhverfisnefnd, þar til hreppurinn var sameinaður Ísafjarðarkaupstað 1995. Svipuð örlög hlaut Grunnavíkurhreppur en hann var sameinaður Snæfjallahreppi 1964. Á meðan að hreppunum var að fjara út stofnuðu brottfluttir til félagsskapar. Áttæðafélag Sléttuhrepps í Reykjavík var stofnað 1950 og Grunnvíkingafélag á Ísafirði var stofnað fyrst 1946 og svo endurvakið 1955. Sveitina komu svo til Áttæðafélag Sléttuhrepps á Ísafirði og Grunnvíkingafélag í Reykjavík. Ýmis starfsemi var í þessum félögum, meðal annars var efnt til ferða á heimaslóðir, heimafólk nýtti eignir sínar, dvaldi í húsum á sumrum, mislangt, sumir fóru í björgin, einhverjir veiddu í vötnum og ám og aðrir fóru svæðið. Herinn hafði hugmyndir svæðið, efna til æfinga sem Jakobína Sigurðardóttir orti gegn og tíma var rekin radarstöð á Straumnesfjalli og fylgdi því einnig starfsemi á Láturum í Aðalvík. Sauðkindin hvarf, refaveiðum var haldið eitthvað áfram, gróður tók við sér sem á ferðaþjónusta og þegar komið var fram undir 1970 var eingöngu fólk allt árið í Hornbjargsvita. Það ár lagt fram af menntamálanefnd frumvarp til laga náttúruvernd og í 24. grein frumvarpsins opnað á friðlönd sem mikilvægt að varðveita sakir sérstaks landslags, gróðurfars eða dýralífs og í greinargerð segir að slík friðlýsing gæti fjallað takmarkaða friðun afskekktara byggðarlaga sem nú eru í eyði og eru Hornstrandir sérstaklega teknar fram sem dæmi slíkt svæði. Frumvarpið náði ekki fram að ganga þetta þing en var lagt fram að nýju á næsta þingi. Í febrúar 1971 var frumvarpið náttúruvernd lagt fram að nýju en fyrr í sama mánuði leggja Matthías Bjarnason, þingmaður Vestfirðinga og Pétur Sigurðsson, þingmaður Reykvíkinga, fram frumvarp þjóðgarð á Vestfjörðum. Afmarka átti svæðið með girðingu í beinni línu úr Hrafnsfirði í Furufjörð og línan nokkurn veginn þar sem afmörkun friðlandsins í dag, en þar í friðlandinu fyllt ám og landslagi.
Í greinargerð með frumvarpinu segir: Þetta landsvæði býr yfir fjölbreyttri náttúrufegurð. Þar eru fögur vötn, ár og ósar með miklum silungi, stórfengleg björg iðandi af fugli og lífi. Meðal þeirra er hið stórbrotna Hornbjarg sem enginn getur gleymt, sem þangað hefur einu sinni komið. Margar víkur á þessu svæði eru mjög grasgefnar með töfrandi sumarfegurð. Jökulfirðir frá Hesteyjarfirði til Hrafnsfjarðar eru fagrir og friðsælir. Í hlíðum þeirra er einhver bestu berjalönd sem finnast í landi okkar. Á þessu landsvæði er víðast ósnortin náttúra. Á undanförnum árum hefur áhugi fólk sem býr í þéttbýli farið vaxandi á því að leita sér afþreyingar í kyrrð og fegurð óbyggðra svæða. Þar hafa þúsundir manna fundið hvíld og frið frá önn hversdagslífsins og þeirri spennu og hraða sem fylgir lífi fólks sem býr í fjölmenni. Óvíða er hægt að njóta jafn góðrar hvíldar í umhverfi sem hefur að bjóða tilkomumikla náttúrufegurð og möguleika að njóta margvíslegra gæða slíks umhverfis. Hornstrandir og jökulfirðir eru á dómi okkar einhverjir ákjósanlegustu staðir til að opna fyrir hvern þann sem þráir kyrrð og frið frá hávaða og mengun í bæjum og borgum. Þetta stórbrotna hérað var byggt aldir fólki sem háði þar harða lífsbaráttu, einangrað og naut ekki þeirra lífsþæginda sem bæir og flest önnur hérað buðu börnum sínum. Það yfirgaf að lokum þessa byggð. Fólk þráir nú að leita að sumrinu til slíkra landsvæða til að hvíla sig og njóta heilnæms loftslags og kyrrðar. Með þessu frumvarpi fylgdi kort og þarna sést punktalínan sem átti að vera beint yfir girðing og halda sauðfé frá þjóðgarðinum. En í frumvarpinu var ekki alveg eintóm hamingja og sumt var svolítið á skjön við það sem maður telur sér trú hvernig þjóðgarðar eiga að vera. Í 6. grein segir: Þjóðgarðsstjórn er heimilt að auka fjölbreytni dýralífs á hinu friðlýsta svæði. Þá teljum við mjög koma til greina að gera dýralíf á þessu svæði fjölbreyttara en nú er tilraun hægt að gera með að flytja nokkur hreindýr til þessara staða og sömuleiðis væri skynsamlegast að gera nýju tilraun með innflutning sauðnauta til þessara svæða. Þarna yrðu þessi dýr á afmörkuðu en víðáttumiklu svæði og gætu neytt gróðurs sem engin skepna er til að neyta. Þarna myndu þessi dýr lifa í friði fyrir áreitni og skotgleði veiðimanna. Að vetri til leggja veiðimenn ekki í ferð á þessar slóðir en að sumrinu mun fjöldi fólk sækja þessi svæði. Fólk sem þráir frið og er að njóta náttúrufegurðar mun aldrei þola að þessum dýrum verði grandað. Og svo kemur að því sem að fór svolítið öfugt eða mjög öfugt ofan í landeigendur. Þjóðgarðsstjórn skal sjá samninga við eigendur jarða og hlunninda á hinu friðlýsta svæði réttmætar greiðslur fyrir eignir þessar. Náist ekki samningar milli þjóðgarðsstjórnar og eigenda jarðar og hlunninda sem tilheyra hinu friðlýsta svæði er þjóðgarðsstjórn heimilt að taka þessar eignarnámi samkvæmt lögum og skulu eigendum greiddar bætur samkvæmt mati tveggja dómkvaddra og óvilhallra manna. Yfirmat skal framkvæmt af 3 dómkvöddum mönnum, hafa skal hliðsjón af skattaframtali síðustu 3 ára er eignir og hlunnindir metin. Og til að undirstrika að þetta myndi ekki kosta ríkissjóð mikið segir í greinargerðinni: mannvirki á þessu landsvæði eru víða hrunin eða í slæmu ástandi með örfáum undantekningum. Og ræðu sagði flutningsmaður: jarðir á öllu svæðinu eru að verulegu leyti húslausar með örfáum undantekningum og það má segja að eigendur þessara jarða sinni þeim lítið eða ekkert. Að öðru leyti en því að það sem silungur að fá er kannski farið einu sinni eða tvisvar yfir sumarið til að veiða. Og á að spyrja þá sem eiga jarðir sem ekkert gera fyrir þær eins og flestir þessir landeigendur. Umræðum málið var
frestað og hófst aftur nokkrum dögum seinna og í millitíðinni risu upp landeigendur og áttavafélag Sléttuhrepps og mótmæltu harðlega. Þegar umræður hófust að nýju kvaddi Hannibal Valdimar sér hljóðs. Nú komið í ljós að málið hefur áreiðanlega ekki verið flutt í samráði við landeigendur eða eigendur fasteigna í þessum landshluta. Því að hæstvirtu Alþingi hafa borist mótmælaskjöl frá hátt á 500 manns fyrrum íbúum Sléttuhrepps eða fólki sem á einn eða annan hátt tengt þessum byggðum. Öll eru þessi skjöl sem borist hafa þess efnis að frumvarpinu mótmælt og mér finnst að minnstakosti að þar séu borin fram skynsamleg rök á margan hátt gegn nauðsyn þess að grípa þarna inn í af hendi hins opinbera og beita eignarhaldsheimildum til þess að taka persónulegan eignarrétt fólks þarna og leggja hann fyrir róða. Og í bréfi sem barst frá stjórn áttavafélags Sléttuhrepps segir: við undirrituð sem erum upprunnin í Sléttuhreppi í Norður Ísafjarðarsýslu eða tengd þeirri byggð á annan hátt leyfum okkur hér með að mótmæla frumvarpi því til laga þjóðgarð á Vestfjörðum alþingismaðurinn Matthías Bjarnason og Pétur Sigurðsson hafa flutt. Jafnframt viljum við vekja athygli hins háa Alþingis á eftirtöldum atriðum. Landsvæði, þar sem frumvarpið gerir ráð fyrir að verði friðlýsis og þjóðgarður, hefur öllum verið heimilt til umferðar og dvalar síðan byggð lagðist þar í eyði. Jarðrask og mannvirkjagerð á svæðinu getur ekki talist yfirvofandi í náinni framtíð. Ágangur sauðfjár hefur heldur enginn verið á þessu svæði síðan byggðin fór í eyði. Mörg undanfarin sumur hefur nokkuð af fólki leitað á vitina eyddu byggða í Grunnavíkur og Sléttuhreppi til að njóta þeirrar friðsældar og náttúrufegurðar sem á nokkuð lýst í greinargerð frumvarpsins. Sumt af þessu fólki á þangað rætur að rekja, en aðrir náttúruunnendur hafa fylgt í slóð þess og oft notið leiðsagnar þeirra sem kunnugir eru staðháttum. Síðustu íbúar byggðarlagsins og niðjar þeirra sem nú eiga lönd og mannverki á þessu svæði hafa margir lagt verulegt fé og fyrirhöfn í viðhald eigna sinna. Það því ofmælt sem segir í greinargerð frumvarpsins að mannverki séu víða hrunin eða í slæmu ástandi. Ekki verður séð að almenningsheill krefjist þess að þessir menn séu sviptir eignum sínum með svo víðtæku eignarnámi sem stefnt að. Málinu var svo vísað til nefndar og dagaði þar uppi. En sama dag og málinu var vísað til nefndar, málinu þjóðgarðinn, þá var lagt fram að nýju frumvarpið náttúruvernd. Og það afgreitt sem lög frá Alþingi og tekur gildi seinna vorið. Þá sumarið eru stofnuð vestfirsk náttúruverndarsamtök í Flókálundi og í stjórn þeirra voru Finnur Torfi Hjörleifsson sem þá var kennari á Ísafirði, seinna héraðsdómari, Þorbergur Þorbergsson, bæjarverkfræðingur á Ísafirði, Jón Páll Halldórsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins Norðurtanga og formaður stjórnar Byggðasafns Vestfjarða, Hreinn Þór Jónsson, rafvirki á Ísafirði sem fæddist og ólst upp í Aðalvík og Bárður Guðmundsson, dýralæknir í Bolungarvík. Helsta stefnumál samtakanna var að friðlýsa allt svæðið norðvestan Skorarheiðar og vísað í lög náttúruvernd og taldi stofnfundurinn nauðsynlegt að friðlýsingin yrði eins víðtæk og lagagreinin frekast heimilar. Með þá höfumarkmið að svæðið verði sem ákjósanlegast til gönguferða, sérstaklega leggur fundurinn áherslu á að vegalagning og umferð hvers konar farartækja verði bönnuð umfram það sem föst búseta krefst. Samtökin unnu ötullega friðun og fundi náttúruverndarráðs í janúar 1973 ákveðið að náttúruverndarráð beiti sér fyrir stofnun friðlands og í febrúar kemur fram tillaga auglýsingum friðland á Hornströndum og hún byggð á drögum frá vestfirskum náttúruverndarsamtökum. Og það sérstaklega kveðið á samráð milli náttúruverndarráðs og vestfirsku náttúruverndarsamtakanna. Og í Ísfirðing segir í júní 1973: það hefur verið baráttumál vestfirskra náttúruverndarsamtaka að Hornstrandir yrðu gerðar að friðlýstu svæði áður en óbætanlegt tjón hlytist af. Með friðlýsingu þessari ætti að vera komið í veg fyrir
að Hornstrandir hljóti sömu örlög eins og margir fjölmennustu ferðamannastaðir landsins hafa hlotið á síðustu árum. Náttúruverndarráð tekur þetta upp á arma sína en ákveður að hafa mun meira samráð við landeigendur en þeir Matthías og Pétur höfðu á sínum tíma. Þeir hvetja til þess að landeigendur komi saman og myndi félag með sér og það gert í mars 1973 en þá hafði undirbúningshópur unnið að stofnun landeigandafélagsins nokkurn tíma og verið í sambandi við Náttúruverndarráð. Á stofnfundinn mæta fulltrúar Náttúruverndarráðs og ræddu tillögur að auglýsingu. Þar voru lagðar fram ýmsar spurningar og gerðar nokkrar athugasemdir af landeigendum sem að fulltrúar Náttúruverndarráðs reyndu eftir bestu getu að svara. Fulltrúar Náttúruverndarráðs bentu á að ekki stæði til að framkvæma eignarnám, að byggingaframkvæmdir væru ekki útilokaðar og sjálfsagt mál væri að komið væri á formlegu samráði milli Náttúruverndarráðs og landeigandafélagsins í stað vestfirsku náttúruverndarsamtakanna. Eftir stofnfundinn var viðræðum haldið áfram og endurbætt tillaga sem að hluta til tók tillit til athugasemda frá landeigandafélaginu var auglýst í maí 1973 og landeigendum gefnir 4 mánuðir til að gera bótakröfur. Kröfur bætur bárust frá 2 aðilum, annars vegar fyrir hönd eiganda Tungu og Glúmsstaða og hins vegar eiganda Kvía í Jökulfjörðum. Aðrir landeigendur voru þá ýmist samþykkir friðlýsingunni eða komu mótmælum sínum ekki á framförum með kröfu bætur. Friðlandinu var svo formlega komið á með auglýsingu 27. febrúar 1975. Og síðustu bara yfirlit yfir fyrstu stjórn félagsins, en það voru Guðni Jónsson frá Sléttu, Sigurjón Hilaríusson frá Steinólfsstöðum í Veiðirisufirði, Þorvarður Jónsson frá Látrum og Neðri Miðvík í Aðalvík, Arnór Stígsson Horni í Hortvík, Magnús Guðmundsson Þverdal og varamenn Guðmundur Sigurðsson frá Hestiri, Þórður Júlíusson Fljótavík, Magnús Reynir Guðmundsson frá Hestiri. Ég þakka fyrir. Við höfum þann háttinn á, þakka þér fyrir, Yngvi, að ég og eftir atvikum einhverjir gestir í salnum fá tækifæri til að spyrja frummælendur hér í endan á hverjum dagskrárhlemmi. Þannig að ef það brenna einhverjar spurningar á okkur sem við myndum vilja bera upp til Yngva, þá gefst mögulega tækifæri til þess hér á eftir. Yngvi nefndi áttavafélögin í sínu erindi og það margt fróðlegt sem auðvitað kom fram hjá Yngva. Mér til efs að, fram á menn í náttúruverndarsamtökunum hefði séð fyrir þann gríðarlega fjölda ferðamanna sem nú sækir Ísland. Þeir eru verið að tala árið 1973 að þurfa að koma í veg fyrir mikinn ágang ferðamanna á vinsælum ferðamannastöðum á Íslandi. Það hefur nú sjálfsagt verið svipur og sjón við það sem það núna. En það er næst á dagskrá Dórótea Margrét Einarsdóttir. Hún formaður áttavafélags Sléttuhrepps og kemur frá Sæbóli og ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði, bara bjóða hana velkomna á svið, eða ekki? Gjör svo vel. Já, komið sæl og gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég heiti Dórótea Margrét Einarsdóttir og formaður áttavafélags Sléttuhreppinga á Ísafirði og nágrenni. Áður en ég vík frekar að samfélaginu innan friðlandsins ætla ég að segja ykkur aðeins frá Sléttuhreppi og áttavafélagunum 2 sem honum tilheyra.
Fyrir erindi mitt hér í dag lagðist ég í smá Google eins og maður gerir og googlaði Sléttuhrepp. Ég rak fljótt augun í að á flestum stöðum var talað Sléttuhrepp í þátíð. Sléttuhreppur var hreppur á Hornströndum. Sléttuhreppur afmarkaðist af og svo framvegis. Sléttuhreppur vissulega ekki lengur til sem stjórnsýsluleg eining en hann svo sannarlega til í hugum okkar sem þaðan erum ættuð. Ég ætla því að tala hér Sléttuhrepp í nútíð. Sléttuhreppur allur innan friðlandsins. Mörk hans liggja frá nesinu milli Hestarafjarðar og Veiðileysufjarðar og þaðan eftir fjallgörðum til austurs yfir í Látravík. Hreppurinn var sameinaður Ísafjarðarkaupstað eins og kom fram hérna áðan árið 1995. Og myndirnar sem ég læt rúlla hérna á skjánum allar teknar í hreppnum og sýna margar hverjar fyrrverandi íbúa hans. Áttafélag Sléttuhrepps var stofnað árið 1950 af fyrrverandi íbúum sem flust höfðu til Reykjavíkur. Félagið var stofnað til að viðhalda tengslum milli þeirra sem höfðu búið í hreppnum og til að varðveita minningar lífið þar. Þetta var 2 árum áður en síðustu íbúarnir í Sléttuhreppi fluttu burt af svæðinu. Áttafélag Sléttuhreppinga á Ísafirði og nágrenni annað félag og var fyrst stofnað 1960. Það var síðan endurvakið 1973. Ætla má að það hafi verið stofnað í sama tilgangi, það að viðhalda tengslum milli Sléttuhreppinga sem sest höfðu að á Ísafirði og nágrenni. 2 viðburðir hafa verið fastir liðir í starfi félagsins frá upphafi. Annar þessara viðburða hið árlega þorrablót félagsmanna sem síðustu ár hefur verið haldið sameiginlega með nágrönnum okkar í Grunnavíkurhreppi. Þorrablótin hafa frá fyrstu tíð verið eitt helsta verkfæri félagsins til að uppfylla tilgang sinn og innfæddum Sléttuhreppingum fer auðvitað ört fækkandi en þó þeir nokkrir sem enn mæta á þorrablót og rifja upp minningar og sögur úr sveitinni. Hinn viðburðurinn messuhald í Staðarkirkju í Aðalvík en allt frá árinu 1965 hefur verið messað reglulega í Staðarkirkju og Áttafélagin 2 hafa staðið saman að skipulagi reglulegra messuferða á stað. Hinn síðari ár hefur veigamesti hluti starfs Áttafélaganna 2 falist í viðhaldi og endurbótum á 3 gömlum húsum í Aðalvík sem félögin hafa fengið í umsjón sína. Þetta skólahúsið á Sæbóli sem félögin eignuðust árið 1987, íbúðarhúsið á Stað sem fékkst keypt af ríkinu árið 2011 og Staðarkirkja sem í eigu ríkisins en í umsjón Áttafélaganna. Áttafélagin 2 á Ísafirði og í Reykjavík sinna í sameiningu viðhaldi á þessum húsum og nýta þau fyrir starfsemi sína. En aftur að afmælisbarninu. Í friðlandinu á Hornströndum að finna friðsæla náttúru, fallegt landslag, fjölbreytt gróðurfar og einstakt dýralíf. En þar einnig að finna fjölskrúðugt mannlíf. Þar á maðurinn sinn fasta sess því allt frá því að byggð lagðist af á svæðinu hafa þau sem þar bjuggu og afkomendur þeirra sótt áttakana heim yfir sumartímann. Í erindi mínu hér í dag ætla ég að gera tilraun til þess að varpa ljósi á það samfélag manna sem þrífst í friðlandinu. Þó ekkert mannfólk hafi fasta búsetu í friðlandinu árum kring, má finna þar þó nokkur þorp þar sem mannlífið lifnar við í byrjun júní og leggst svo í dvala í lok ágúst. Í Hornvík, Fljótavík, á Látrum, Sæbóli og Hesteyri og jafnvel fleiri stöðum myndast ákveðin þorpsstemming á sumrin, þegar saman koma landeigendur, afkomendur þeirra og gestir ásamt öðru ferðafólki sem þar dvelst, ýmist í skipulögðum hópum eða á eigin vegum yfir skemmri eða lengri tíma. Öll eiga samfélög þessara staða eitthvað sameiginlegt og öll hafa þau líka eitthvað sem á ekki endilega við á hinum stöðunum. Mig langar til að varpa upp svipmynd af einu þessara samfélaga, þar sem ég þekki hvað best til, en það samfélagið á Sæbóli í Aðalvík. Þetta langamma mín sem ég skírð í höfuð á. Hún hét Dórótea Margrét Magnúsdóttir. Hún var fædd og uppalin á Sæbóli í Aðalvík og bjó þar allt þar til byggðin fór í eyði miðja öldina. Hún stofnaði þar sína fjölskyldu og ól upp börnin sín 3.
Elstur þeirra var afi minn, Hreinn Jónsson. Afi var á táningsaldri þegar fjölskyldan flutti til Ísafjarðar. Þetta var á þeim tíma sem sveitungar í Aðalvík tóku sameiginlega ákvörðun að lengur yrði ekki viðhafst í víkinni og hópflutningar hófust. Ég kynntist langömmu minni ekki, hún dó áður en ég fæddist, en stundum hugsa ég það, hvað henni hefði fundist það mannlíf sem nú í sveitinni hennar á sumrin. Hvað henni hefði fundist það að afkomendur hennar og afkomendur sveitunga hennar dönsuðu saman hóki-póki í skólanum eða drykkju saman kaffi í prestbústaðnum og syngju sálma í kirkjunni. Hvað henni hefði fundist það að fyrir utan skólahúsið þar sem börnin hennar lásu námsbækur og léku sér í frímínútum myndu löngu seinna sitja hlið við hlið barn hennar og barn nágranna hennar og lesa saman Andrés og önd. Ég nokkuð viss að slíkt hefði hún aldrei getað gert sér í hugarlund þegar hún yfirgaf heimahagana með sorg í hjarta fyrir 80 árum síðan. Myndin hér til hliðar var tekin nokkrum árum eftir að fjölskyldan flutti. Þau hafðu þá farið norður í þeim tilgangi að taka í sundur húsið sem áður hafði hýst heimili þeirra og flytja það með sér til Ísafjarðar. Afi nýtti síðan efniviðinn úr húsinu til þess að byggja fjölskyldinu einbýlishús að Engjavegi 16. Árið 1980 byggði afi sumarhús á landi fjölskyldunar í Aðalvík. Ég fædd 5 árum seinna, svo það samfélag sem ég ætla að lýsa fyrir ykkur samfélag sem ég hef alist upp við frá fyrstu tíð. Að dvelja í fyrirlandinu á sumrin hefur verið fastur liður í tilveru minni allt frá upphafi. Í minni fjölskyldu var ekki farið í sólarlandaferðir til Portugal eða Mallorca í sumarleyfum, heldur til Aðalvíkur. Og hér erum við systkinin borð í Fagranesinu, sértilis klár fyrir gott sumarsfrí í Aðalvík. Á næstu mynd má sjá okkur leika hinn sígilda gúmmíbátaleik sem að lýsa má í 4 einföldum skrefum. Það að hlaða bátinn af dóti, sigla til Aðalvíkur, landa farangrinum og endurtaka. Á Sæbóli í Aðalvík íslenska fánanum flaggað á hverjum degi. Hvers vegna, spyrja kannski sumir. Kannski líta menn svo á að hverjum degi í friðlandinu beri að fagna sem hátíðisdegi. Kannski ber þetta vott virðingu fyrir þeirri forréttindastöðu sem við sem þar fáum að dvelja erum í. Kannski flagga menn bara til þess að láta vita að þeir séu komnir á fætur og svo aðrir þorpsbúar viti að það eitthvað í húsinu. En það flagga að minnstakosti allir og hafa alltaf gert. Á Sæbóli til orðatiltækið að fara á bátinn. Að fara á bátinn þýðir að fara niður í fjöru þegar von á áætlunarbátnum. Stundum það til að taka á móti gestum eða sækja matarkassa úr Nettó, stundum bara til að hitta mann og annan, fylgjast með hver að koma og hver að fara og hjálpa til við að landa farangri. Þorpsbúar með reynslu vita að þá þarf að mynda línu og eru flestir ófeimnir við að leiðbeina þeim sem ekki þekkja til hvernig það skuli gert. Allt með það að markmiði að hámarka afköst í flutningi á dóti úr gúmmíturinu upp á land. Og svo það þetta með strigaskóna og bónuspókana. Við förum kannski ekki nánar út í það hér, en slétturheppingar klæðast stígvælum í bátnum og flytja matinn sinn í kössum. Á Sæbóli skóli og þar kirkja og þar prestbústaður. Þessi hús væru ekki þar í dag nema fyrir ötula umhyggju þess fólks sem sinnt hefur viðhaldi þeirra í gegnum tíðina. Þar spila félagsmenn úr 8 félagunum 2 stórt hlutverk en einnig fjölmargir aðrir sjálfboðaliðar sem lagt hafa hönd á plógi gegnum árin. Það væri ógerningur að ætla að reyna að gera því góð skil hve mikil vinna hefur verið unnin við að varðveita gömlu húsin á Sæbóli. Í fyrstu fóru menn að negla fyrir brotna glugga hér og þar og loka veggjum sem foki var úr þegar þeir áttu leið
Síðan var farið með mannskap til að bjarga kirkjunni frá foki og taka frá henni skorsteininn sem var að hruni kominn. Fjölmargar skipulagðar vinnuferðir hafa verið farnar í sambærilegum tilgangi. Sú fyrsta undir slíku heiti hefur líklega verið farin sumarið 1976. Þá var staðarhúsið járklætt upp á nýtt og bíslagi endurnýjað. Næsta vinnuferð á Sæbóli er einmitt eftir 2 vikur en þá á að skipta járn og glugga á skólanum. Og áhugasamir sjálfboðaliðar geta nálgast mig hérna á eftir. En tilgangur vinnuferðina er ekki aðeins sá að halda við húsunum og varðveita þau til framtíðar. Tilgangur vinnuferðina var frá upphafi og er enn þann dag í dag ekki síst sá að halda við samfélaginu. Að fólkið haldi áfram að vinna saman að framfara verkum innan svæðisins. Í vinnuferðum skapast oftar en ekki afar góð stemming. Fólk styrkir tengslin, kynnist betur, segir sögur, rifjar upp minningar og lærir jafnvel eitthvað forfeður sína og samfarafólk þeirra. Sögurnar lifa meðal afkomanda íbúana. Það að endurtaka þær og rifja reglulega upp fyrir norðan er leið til að tengja nútíð og fortíð. Fólkið í dag og þá sem eru horfnir. Þannig höldum við samfélaginu okkar og tilfinningum til þess lifandi. Skólahúsið á Sæbóli var byggt árið 1933. Síðan þá hefur það gegnt mikilvægu hlutverki í samfélagi manna í hreppnum. Á Sæbóli eru reglulega haldin böll í skólanum og hefð er fyrir því að halda ball í messuferðum en einnig við fleiri tilefni og stundum er skellt upp balli af því bara. Þeir sem kunna á hljóðfæri spila og hinir dansa eða hanga fyrir utan og segja sögur. Á þessum böllum eru engin aldurstakmörk og oftar en ekki er byrjað á barnaballi. Í skólahúsinu á Sæbóli er í dag rekið bókasafn í nafni Lestrarfélags Sléttuhrepps. Ferð á bókasafnið er orðin ómissandi hluti af því að dvelja á Sæbóli og ber aðsóknin merki miklar vinsældir safnsins hjá gestum á öllum aldri. Á safninu kennir ýmissa grasa og líklega eru hvergi betri aðstæður til að sökkva sér í bóklestur en í friðlandinu. Þið sem hafi komið þangað vitið hvernig tíminn líður öðruvísi og við sem venjulega höfum varla tíma til þess að lesa tölvupóstin okkar eigum allt í einu ekki í neinum vandræðum með að lúslesa alla árgangana af eldursbókinni frá 1960 til 70. Í fyrra sumar las ég hnausþykka bók sögu Rækjuviði í Djúpinu og ég veit eiginlega ekki ennþá af hverju. En skólinn hefur hýst marga samfélagsviðburði gegnum tíðina, ýmiss konar veisluhöld, svo sem fermingar og brúðkaupsveislur, lýðveldisfagnaðar, kvöldvökur og meira að segja alþjóðlega kvikmyndahátíð. Á stað í Aðalvík er eins og áður hefur komið fram bæði kirkja og prestbústaður. Íbúðarhúsið var byggt árið 1907. Á þessum tíma var langafi minn, Runólfur Magnús Jónsson, prestur á stað, en hann reisti húsið 3 árum eftir að hann tók við embætti. Sonur hans, Jón Magnússon, var langafi minn. Hann var eiginmaður langafi minnar, Dóru Margrétar, sem fyrr var getið Og afi minn, sem ég sagði ykkur líka frá áðan, fæddist í einu af 4 risherbergjum hússins árið 1930. Prestbústaðurinn hefur í gegnum tíðina verið nýttur af samfélaginu til að mynda fyrir kirkjukaffi í messuferðum og húsið hefur einnig nýst afar vel til afnota fyrir sjálfboðaliða í vinnuferðum og gegndi lykilhlutverki sem slíkt þegar að unnið var að veigamiklum endurbótum á Staðarkirkju árin 2007 til 2010. Húsið hefur fengið veglega yfirhalningu síðustu ár og er nú orðið að notalegum íverustað fyrir félagsmenn. Síðastlið sumar var húsið í fyrsta sinn boðið út til leigu fyrir félagsmenn og verður það einnig gert í sumar. Timburkirkjan sem stendur á stað í dag var byggð árið 1904 og hefur síðan þá þjónað sóknarbörnum Sléttuhrepps. Eftir að byggðin fór í eyði hélt fólkið áfram að koma í kirkjuna, meðal annars til að láta skíra, ferma og gifta. Átthagafélögin hafa, eins og áður sagði, reglulega staði fyrir messuferðum þar sem messað er í kirkjunni. En messuferðir hafa jafnan verið vel sóttar í gegnum árin og sveitungar fara ekki dult með væntumþykju sína fyrir kirkjunni sinni.
Ég vitna hér í orð forvera míns í starfi, Andreu Harðardóttur, sem hélt ræðu í messuferð sumarið 2010 þegar stórtækum endurbótum á kirkjunni var lokið og hafði þá þessi orð. Á meðan hópurinn á eina litla sveitakirkju sem þarf að viðhalda og annast, þá sýnir hann umheiminum og ekki síst sjálfur sér að hann ætli sér að vera hér áfram. Þó svo að ekkert okkar búi í Víkunum lengur, þá höfum við samt aldrei alveg flutt, að minnstakosti ekki í huganum. Fólkið flutti en andinn varð eftir. Andi sem lifir áfram, beint eða óbeint. Ég kom hingað í dag til þess að tala samfélagið innan Friðlandsins. Og ég veit að ég hef ekki gert skilmerkilega grein fyrir öllu því fjölbreytta mannlífi sem tilheyrir Friðlandinu. En ég hef gert heiðarlega tilraun til þess að gefa ykkur dæmi samfélag sem Friðlandið geymir og fóstrar. Samfélag þeirra sem þangað sækja aftur og aftur til að njóta alls þess sem svæðið hefur upp á að bjóða. Náttúru og mannlífs í því andrúmslofti sem aðeins finnst í Friðlandinu. Þetta samfélag þeirra sem eiga rætur á svæðinu, þeirra sem annt arfleifð þess, vilja hlúa að því og varðveita, hvort sem það eru mannvirki, mannsandi eða friðurinn. Og Friðlandið á Hornströndum svo sannarlega einn besti staður í heimi. Megi það lengi lifa. Takk fyrir þetta, Dórótea Margrét. Þetta var mjög inspirerandi, skulum við segja, og notalegt. Næst á dagskrá, ég ætla að fá aðeins að gera smá svona fundarstjóralega athugasemd. Það virðist vera svona hægt og bítandi að verða til einhvers konar Hornstrandartími hérna á þessu málþingi. Það svona klukkan orðin aðeins fljótandi hugtak sem verður bara að fá að vera og gott og vel með það. En ég lofa samt að eins og á Hornströndum þá kemur alltaf kaffið á einhverjum tímapunkti. Hún hafði orð á því hér áðan, vinkona mín og fyrrum kennari Hlíf Guðmundsdóttir, að segir eitthvað svona, ætla þú nú að reyna að fara að hafa eitthvað hemil á okkur? Og ég vissi eiginlega ekkert hvað þetta að segja, nema að ég svona benti á að hún hafði nú einhvern tímann reynt að hafa heimil á mér. Þannig að það væri kannski komin tími til að ég prófaði að snúa því við. En þetta svona kennslukonu klemma hérna, Dórótea Margrét, og næsta á svið einmitt systir þessarar Hlífar, hún Sigrún Guðmundsdóttir. Sigrún fædd í Furufirði 1946 og bjóð þar sín fyrstu æviár. Mjög spennandi að heyra hvað hún ætlar að segja okkur frá. Gjörðu svo vel. Friðland eða ekki Friðland, Sigrún, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég tek heilshugar undir nánast allt sem hún Dórótea frænka mér sagði, megna því hefði ég geta sagt líka. Þannig að þó ég sé úr Grunnaugurhreppi, þá hún reyndar að hálfu það líka, þá þetta land ekkert klippt og skorið. Þetta allt sama svæðið og lífið þar hefur verið á svipaða máta sennilega frá bæ til bæjar. En Friðland eða ekki Friðland, þetta litla erindi okkar hérna, eða okkar systra sem við klömbruðum saman, ég og Hlíf, við hefum komið fram undir nafninu Furufjarðarsystur, við erum fleiri samt. Og eins og segi, það margt komið fram, mér finnst þess geta verið endurtekning af mörgu sem að Dórótea sagði, en það ekkert vonandi að vera fyrir það. En þetta erindi eiginlega bara okkur sjálfar og Furufjörðin okkar í Friðlandinu, svona frá fyrstu Friðlands hugmyndum og fyrir daginn í dag. En fyrsta lögheimili okkar var Furufjörður. Foreldrar okkar bjuggu þar og erum við síðasta kynslóð innfæddra Hornstrendinga. Við erum aldar upp á fólkinu sem þar bjó. Furufjörður var þeirra heima og þar af leiðandi okkar heima líka. 1950 fer Furufjörður í eyði
Ábúendur hætta búskap og flytja á brott. Eftir var jörð vel uppbyggð 2 íbúðarhús með tilheyrandi útihúsum, lendingu, góðu nausti, 2 bátum og skúr sem hýsti sögunavél til vinnslu rekaviðar. Einnig litlu bænhúsi með kirkjugarði. Jörðin var stærst jarða norðan Skorarheiðar í Grunnavíkurhreppi, þótti góð til ábúðar og vel í sveit sett. Jörðin var áfram með öllu eign ábúenda og nú eign erfingja þeirra. Furufjörður eins og flestar jarðir sem fóru í eyði þetta leyti voru ekki seldar eða leigðar og þeir landeigendur sem kost áttu nýttu þar hlunnindi þeirra í mörg ár. Þegar við vorum að alast upp í Bolungarvík voru okkur sagðar sögur af lífinu heima. Hvernig fólk hagaði daglegum störfum, til dæmis hvað var borðað og gert sér til gamans, af krökkunum, skepnunum, huldufólkinu og draugunum. Okkur var sagt frá örnefnum og eyktamörkum, svo ekki væri hætta á því að við viltumst þegar við kæmum aftur heim. Því var fastlega trúað að Furufjörður myndi byggjast aftur, hann hafði áður farið í eyði og byggst upp. En það yrði ekkit endilega sömu mynd og var, en þar yrði allavega fólk áfram. Og svo var það líka raunin. 1970 virðist eins og áhugi á Hornströndum farið vaxandi hjá fólki sem vildi fara að ferðast, bæði Íslendingum og útlendingum. Ferðast óbyggðir með allt gangandi á bakinu og helst lifa á náttúrunni. Við fórum að hitta og frétta af alls konar fólki sem hafði lagt leið sína þangað og dásamaði það mjög. Svo við systkinin fórum bara þangað líka. Árið 1971 var farið norður og litist svo, við höfum farið þar og litist svo á að við getum gert annan bæinn í Furufirði íbúðarhæfan. Það tók okkur systkinin 2 ár að undirbúa ferðina, en árið 1973 fluttum við aftur heim í Furufjörð og síðan hefur við verið sumarfólk á Hornströndum. Markmiðið var að njóta, hlúa að menningu og menningarverðmætum, landinu og sögunni fyrir komandi kynslóðir. Hornstrandir eru ekki einskismanns land, þar sem hver mátti ganga að vild og haga sér eins og honum sýndist, frekar en við gerum á Silfurtorgi eða í miðbæ Reykjavíkur. Árið 1975 flytjum við systurnar aftur hingað vestur, við höfum áður verið í Reykjavík eins og fleira ungt fólk. Síðan hefum við búið hér í Ísafjarðarbæ sem nú sveitafélag Hornstrandafriðlands. Þá var hluti okkar af Furufirði komin undir nýstofnað Hornstrandafriðland, sem sagt helmingur jarðarinnar. Við höfum mist mestu af þeirri umræðu sem hér varð undirbúning þess. Einhvern orðróm höfðum við heyrt en ekki sett okkur inn í málin. Það var misjafnt hljóð í þeim landeigendum sem við þekktum best og einhverja misvísandi fréttir fengum við af friðlýsingunni, fyrir hvað nú var og hvað bjóða baki. Við vorum ekki alveg með þetta á hreinu og fannst ekki frálegt að þetta frábæra stórbrotna landsvæði fengi athygli og einhverja reglur yrðu settar umgengni það og náttúru þess. Við höfðum heyrt margt umgengni og yfirferð manna sem engu virðingu báru fyrir svæðinu, töldu það einskismanns land eins og það var orðað, með ónýtum húsum sem nota mætti að vild. Þarna mátti fara náttúruna, skjóta og veiða, sitja svo við góðan bálkösta rekaviði og hafa það bara næs. Það þyrfti ekkert að hafa með sér nema kannski bús og byssu og krydd og veiðistöng. Þegar við fórum að vera fyrir norðan, komumst við að því að einhver sannleikskorn voru nú í þessu öllu saman. Svona umgengni hugnaðist okkur ekki og bundum við vonir við að einhverja reglur sem hægt væri að vísa til umgengni og fleiri svo bæta mætti úr og það kæmi með friðlýsingunni. Friðlýsingin með friðlýsingu fengi svæði mikla athygli og búast mætti við aukinni ferðamannsku. Við ákváðum því að fá upplýsingar á fyrstu hendi. Fórum á kynningafund sem haldnir voru friðlandið, fengum bæklinga og auglýsingar,
Fórum í vestfísku náttúruverndarsamtökin og fengum reglur friðlandið og ýmsan fróðleik þessa friðlýsingu og gengum í Landeigandafélagið. Við komumst að því að það plagaði okkur bara ekkert að svo stöddu að vera hálf innan friðlands. En mörk friðlandsins eru dregin miðjan Furufjörð úr botni Hrafnfjarðar og gegnum landið þannig sem styst milli sjávarstranda sem munu vera 7 km loftlína og 2 klukkustunda gangur mælt á tíma heimamanna eins og var þá. En við höfum sjaldnast komist undir 2 tíma þessa leið. Í reglum náttúruverndarráðs var talað byggingu sumarhúsa. Gömlu húsin voru mörg að falli komin en nokkrum var bjargað og þau lagfærð til íveru. Það ekkert einfalt mál að ætla að byggja heilt hús frá grunni á þessu svæði. Hús sem svarar lágmarkskröfum nútíma fólks. Ekkert má fara úrskeiðis. Það kom að því að við lögðum í þessa vegferð. Það kostaði margra ára undirbúning og skipulag, fjármögnun, leyfisveitingar, staðsetningu, val á húsi og flutning. Við þurftum að okkur fannst að tala við ótal aðila, leggja fram ótal gögn og teikningar. Allt rann þó þetta átakalaust og öll leyfi fengum við. Við völdum að reisa norskt bjálkahús. Það fékk nú ýmsa dóma. Minnstakosti sagði einn maður einu sinni á fundi sem var á hjá skipulagi ríkisins að þessar nýbyggingar í Hornstranda friðlandi væru umhverfisslys. Þar væru bara byggðir albakofar og norsk bjálkahús. En þetta fékk engan hljómgrunn sem betur fer. Öll umgengni og ferðamáti hafa gjörbreyst frá því sem áður var, vonandi til betri vegar. Fólk virðist vera meira meðvitað sérstöðu svæðisins en var í upphafi. Ýmsar reglur hafa verið settar umgengni í friðlandinu og sitt sýnist hverjum þær. Til dæmis finnst okkur reglur sorpmál og góðar og sjálfsagt að fara eftir þeim eins hægt og því verður við komið. Við verðum þó að játa það hér og nú að okkur gengur mjög illa að framfylgja þeim. Ferðamenn og göngu geta auðveldlega tekið með sér allt út af svæðinu eins og inn á það. Húsfólk hefur ekki allt aðgengi að sorphreinsum vikulega, að minnstakosti ekki Furufjörður. Við reynum að taka með okkur tilbaka umbúðir og fleira þurrt og velflytjanlegt rusl, en við leggjum ekki á flutningsaðila að flytja 6 vikna lífrænt sorp sem ekki má urða eða 6 vikna birgðir af notuðum bleium. Umræðum vélknúnu ökutækin í friðlandinu var mikil á sínum tíma og tekist var á þau. Að endingu var samþykkt að landeigendur mættu hafa slík aktæki til að flytja úthald og farangur frá fjöru að húsi og þá helst eftir gömlum vegaslóðum. Þó það nú væri, það var sko löngu búið að finna hjólið án að Hornstrandi fór í eyði. En hvaða mál brenna nú á íbúðum friðlandsins nú? Það fyrst að nefna öryggismál. Slysavarnafélag Íslands lét reisa á 6. áratug síðustu aldar neyðarskýli sem veitt átti skjól í neyð. Skipbrottsmannaskýli voru þau kölluð. Þar voru einnig talstöðvar til að kalla mætti eftir aðstoð ef til kæmi. Skýlin hafa nú þegar bjargað mörgum hröktum ferðamanninum því veður geta orðið slæm, einkum ef mikið rignir og allar ár verða ófærar. Sjógangur með miklu brimi getur líka heft för fólks á milli bæja því þar þarf ofta að sæta sjávarföllum. Við höfum undanfari sumur hýst einstaklinga og hópa sem koma til okkar hraktir og blautir. Skýlið sem hjá okkur, í okkar firði, veitir ekki lengur mikið skjól og heldur varla vatni og vindi. Og talstöðin ekki lengur nothæf og því ekkert annað að gera en að leita aðstoðar hjá heimafólki. Heima hjá okkur höfum við haft allar gerðir af talstöðum og símum og gervihnattatæki en ekkert lengur nothæft og öruggt nema Garmin neyðartæki. Öryggið hefur minnkað til muna á sama tíma sem umferðin eykst. Langbylgjunni hefur verið lokað og við náðum samt góðu útvarpi síðasta sumar
En hvað verður í sumar? Engar veðurfréttir eða dánartilkynningar. Við erum farin að missa traustið á góðu fjarskiptasamband á Íslandi. Af mörgu er að taka þegar ræða á reynslu okkar af friðlandinu og erfitt að velja. En okkur langar til að þakka stjórn friðlandsins og öðrum þeim sem brenna fyrir málefni þess. Þar hefum við átt mjög gott samband og samstarf. Fyrir tilstuðlan þeirra og stuðning hafa ýmis verk komist í framkvæmd, til dæmis viðgerð á brú og Skorará í Hrafnsfjarðarbotni og uppsetning viðhald kamra á helstu áningastöðum og margt fleira. Við höfum átt gott samband og samtöl við landverði gegnum árin, en þegar þeir eru ekki í friðlandinu þá voru þeir samstarfsmenn okkar í grunnskólanum og þá voru stundum mál friðlandsins rædd frá öllum sjónarhornum. Einnig fögnum við því að undanfarin ár hafa landverðir friðlandsins alltaf komið við hjá okkur og geta rætt málefni þess við okkur og við sagt sögur og tekið vel á móti þeim, boðið þeim gisting og gott að borða. Já, við erum forréttindakellingar, það er víst alveg rétt. Einnig viljum við vekja athygli og þakka fyrir verkefni sem heitir Hreinni Hornstrandir, sem á hverju ári hreinsa fjöru friðlandsins. Eftir að Hreinni Hornstrandir hafa farið svæðið, gengur okkur betur að halda í horfunu heima við hjá okkur að minnsta kosti, en líka rekur orðið mjög minna af drasli en gerði fyrstu árin okkar í Furufirði. Annars með annað líf og sumar dvöl okkar, hún er bara alveg sama máta og Dórótea var að lýsa hérna áðan, þannig ég ekkert farið að endurtaka það. En varðandi spurninguna, friðlandið ekki friðland, þá sjáum við í Furufirði engan mun á friðlandinu og utan friðlandsins. Það er eins báðum megin. Við vonum að friðlandið á Hornströndum eigi góða framtíð og ennþá verði komandi kynslóðir sem halda því í byggð. Takk fyrir. Við ætlum að taka stutt spjall og svo þegar því lýkur þá er kaffipása og ég er búin að, þið heyrið að hringlar í mér með bjöllu sem ég ætla að nota eftir til þess að hringja inn úr kaffipásunni. Svo getur vel verið að þegar embættismenn og kjörnir fulltrúar að fara að tala, þá noti ég bjölluna kannski aðeins virkar á þau erindi því að manni þykir ekki eins vænt þau. Mig langar að byrja kannski á þessum bolta sem þú kastaðir upp, Sigrún, áðan og spyrja þau hin tvö yngri og ykkur öll Það er þessi áhugi sem Yngvi nefndi líka sem að kvikna 1970 á náttúruvernd á Íslandi og svona þessari umræðu kannski sem maður hefur heyrt sem var þá og verður mjög hávær líka í kringum Íslandsbyggðarafmælið 1974 þegar þessi friðlönd eru að skjóta upp kollinum, friðlandi í Vatnsfirði og friðlandi hér á Hornströndum árið síðar og í tengslum við náttúruverndarlögin. Og vakninguna sem verður þá kannski, þið nefndu líka að almenningur fór meira að vilja sækja í náttúruna og fara í gönguferðir og svona. Og þá kemur spurningin, teljið þið að sú svona staðreynd að þið eigið jörð í þessu friðlandi sé á einhvern hátt virðisaukandi fyrir sumarhúsið ykkar. Svo nú er ég bara nýbúin að fylgjast með sölun á Íslandsbanka og bara mjög gíraður í svona peningamálum. Er þetta hugsið þið það þannig? Þú veist, ég á hús á Hornströndum. Þarna það er sölupunktur þarna einhvern veginn eða svona. Er þetta gott fyrir hlutabréfin?
Og ég beini því til Yngvi og Dórótea, kannski ef þið byrjið. Ég held að hérna mörguleiti þá þetta náttúrulega ótrúlega verðmæti sem við eigum þarna, sem erum að þessu svæði, þó við myndum ekki endilega til peninga. Það geta verið verðmæti í öðru, bara geta Hvað komist þarna. Býtu, eru til önnur verðmæti en peningar? Nei, akkurat, þannig að það svona að maður finnur til sín, það ekki? Jú, og þetta alveg dásamlega sko þegar maður búinn að heyra þarna sögur og vera að koma og líta í kringum sig og kveikja, já þarna fór Addi frændi og elti beljuna fyrir hérna miðfellið og þess áttar. Og líka þegar maður hefur engin tækifæri til þess að fara þarna á veturna líka, bara upplifa þetta svæði, bara gefur manni bara rosalega mikið finnst mér. Einmitt. Má ég biðja ykkur að rétta hlíf mikrofóninn? Ég ætla ekki að gera kröfu að þú, þegar þú flytur 2 ára gömul frá Hornströndum, að hafi verið svona velta fyrir þér virði jarðarinnar, en nú eru þið þarna alveg á mörkunum. Aftur kannski sama spurning, finnst ykkur dýrmætt að hafa lent með jörðina ykkar innan friðlandsins? Ég segi nú eins og Sigrún las hérna upp áðan að við finnum engan mun á því hvort við erum innan eða utan friðlands, en af því þú talar verðmæti og Yngvi nefndi peningaleg verðmæti, þá það þannig að þessar jarðir þarna, þær eru einskis metnar held ég til fjár. Ég veit ekki betur en að Furufjörðurinn sé bara metin á 0. Þannig að það virðist ekki vera neitt verðmat á þessum fjörðum. Og ég held að þegar að fólk gekk út á sínum tíma og lokaði bara eftir sér, þá engum dottið í hug að þetta einhvern tímann selt. Ég held að það hef aldrei verið í okkar huga að þetta væri einhverja peningavirði, en þannig þetta bara tilfinningarnar. Akkurat, og það kannski þær sem ég að reyna að grafa upp. Ekki, haldið þið að það hafi verið haldið þið til dæmis að áttagafélögin eða svona sókn nýrra kynslóða, svona konseptið Hornstrandir hafi orðið til einhvern veginn og þetta þessi pakki einhvern veginn hafi orðið til að það sé að hluta til haldi lífinu í þessu eða allavega skemm ekki fyrir. Ég kannski bara bæta við kannski, fyrst að taka fram að ég er hvorki landeigandi en ég er húseigandi í friðlandinu, heldur bara erfingi. Tilvonandi erfingi. En varðandi verðmæti, þá myndi ég allavega segja persónulega þetta mikil forréttindi að fá aðgang að þessu svæði og geta dvalist þarna eins mikið og allavega ég hef gert og nýtt mér. En ég veit það ekki, ég fór að hugsa þetta bara núna, ég myndi alveg kaupa land og hús ef það væri til sölu. Ég myndi alveg leggja í það. Já, gott að heyra. Tilbúin að borga fyrir þetta. Já, akkurat. Ef ég má aðeins bæta við með verðmætin, það kemur, síðan maður hefur verið að taka þátt í félagsstarfi hjá Ottafélaginu og Landeigendafélaginu, þá kemur oft á tíðum upp að maður að hitta fólk sem að segja frá og stundum það þannig að þeirra forfeður, þeim tókst að selja, þeim tókst að fá fé fyrir verðmætin, þeim tókst að selja jörðina, þeim tókst að selja húsið eða í sumum tilfellum tókst að taka húsið niður og flytja það til Bolungarvíkur, Ísafjarðar eða Suðurnesin. Ég segi fyrir mig hvert skipti sem ég hlusta á þetta þá hugsa ég með mér, já, ok, en þú átt engan stað til að fara á friðlandinu. Vissulega höfðu forfeður þínir það vissulega betra, en verðmætin sem urðu eftir hjá allavega mínum forfeðurum eru heilmikil fyrir mig, þó að þau hafa ekki geta kannski nýtt sér það eins. Einmitt. Takk fyrir þetta. Það er tækifæri fyrir eina spurningu sal áður en við förum í kaffi. Já, Ester.
Sko, ég vil benda á að Ester fær svið á eftir, þannig að þú mátt vera stuttorð. Nei, enda ég ekki, ég veit það. Já. Einmitt. Gott og vel. Ég að hugsa, ég var með eina spurningi viðbót, og það kannski svona, finniði svona kannski svona framtíðina, finniði bæði Dórótea, nú þú ung börn, eða svona, allavega yngri börn en Hlíf og Sigrún, finniði fyrir því að þau eru til í þetta áfram? Framtíðin svona, þú veist, auðvelt að selja þetta? Já, mjög. Ég vil bara segja það hreint út sagt. Sonur minn 13 ára. Hann að fara í vinnuferð eftir 2 vikur til Aðalvíkur og hann búinn að vera mjög harður á því að þetta sko algjört forgangsmál. Honum bauðst að fara í vinnuskólan en það bara númer 2 sko. Hann verður fyrst að komast í vinnuferðinni í Aðalvík og svo hann tilbúinn að fara í vinnuskólan. Þannig að absolutt. Sigrún, þetta ekki líka þannig í þinni fjölskyldu eða hvað? Jú, svo sannarlega. Það ekkert sumar nema að komast norður. En ég held að þetta bara auki okkar lífsgæði og þetta okkar heima, sérstaklega okkur sem áttum hana heima og það var aldrei talað annað en heima. Og við lítum á þetta bara sem annað heimili okkar. Og það hefur ábyggilega ekki hvarflað neinum að þetta yrði selt fyrir einhvern penning. Nei, okay. Það gott. Það gott. Ég held að fólk sé orðið tilbúið í kaffisopa og að standa eins upp. Ég ekki með úr, hvað klukkan núna? Já, við ætlum að byrja aftur klukkan 25 mínútur yfir, eftir 11 mínútur. Gjörðu svo vel, kaffið hérna frammi og við þökkum ykkur kærlega fyrir.
meðan við bíðum, nei, ertu með, Ragnar, heyrist í mér, já. Á meðan við bíðum eftir að síðustu gestinni gangi í salinn, þá getur nú sagt frá því að ég hef verið heppinn í gegnum tíðina verandi ættlaus maður hér í þessari sýslu að hafa átt erindi eða fengi boðum að vera í friðlandinu og þykir vænt það bæði á, já, mikið á Sæbóli og nokkur sinnum í Furufirði mitt hjá vinum okkar þar og meira segja líka tekið til hendinni. Það þekkja margir spurninguna hvar varstu þegar þetta gerðist og ég veit ekki, ætla að sé ekki Michael Jackson dó, hvar varstu þegar Michael Jackson dó, svona spurning sem margir spurðir. En ég get nefnilega sagt ykkur að ég var að slá upp í flokki manna sem var að slá upp fyrir undirstöður brúarinnar yfir Skorrá þegar Díana dó. Það var mjög minnistætt þegar eftir hádegis lúrin sem Hjörtur Sigurðsson tók í tjaldinu sínu, kom hann út í tjaldbúðirnar og hafði verið með lítið vasaútvarp og náð hádegisfréttunum, gat fært okkur þessi tíðindi mjög eftirminnilegt. Þarna vorum við, ég og pabbi og Þröstu Jó og Ragnarssonur hans og svona hópur og mönnum fengum þessar fréttir að Díana prinsessa verið látin. En tökum nú upp léttara hjal og höldum dagskránni áfram. Við ætlum núna sem sagt að hoppa aftur í hoppa tilbaka í fyrsta dagskrárhlutann og fræðast náttúruna á Hornströndum. Á eftir kemur Ester Rut Unsteinsdóttir og segir okkur svona, tekur stöðuna á okkar bestu vinum refunum. Hún flutti einmitt líka erindi sama málefni eða líkt málefni á 40 ára afmæli friðlandsins. Þannig að það gaman að taka upp þráðuna nýju og fá að vita hvað hefur gerst síðan. Fyrst ætlar þó Snorri Sigurðsson frá Náttúrufræðistofnun að tala aðeins náttúru Hornstrandafriðlands. Gjörðu svo vel. Komið sæl, virkilega ánægjulegt að vera hérna með ykkur í dag. Eins og Greipur greindi frá þetta nú vera fyrr í dagskránni. Við vorum svo æst að komast í morgun að þegar það var búið að fresta fluginu tvisvar, þá sögðum við nú förum við bara og keyrum af stað og ekkert rugl. Við verðum að vera komin og ekki með mikið missa málþinginu. Svo á Kjalarnesinu sáum við að flugvélum var lögð af stað, en við bara, jæja, við höldum bara áfram og áttum dásamlegan akstur Djúpið, sáum Erni tvisvar og þannig að þetta var virkilega vel þess virði. En ekki þó eins mikið þessi virði eins og komast og hingað og geta verið með ykkur sín í dag. Ég nú engin sérfræðingur Hornstrandir því miður, hef nú verið svo heppinn að fara þangað nokkur sinnum, en fekk þá þann heiður og mér hollt og skylt að flytja svona bara mjög mikið yfirlits erindi og stikla á stóru náttúru svæðisins. Og ég þarf nú kannski ekki að staldra lengi við þessa glæru hér, það er nú búið að greina frá stofnun friðlandsins og sögunni aðeins. En mér langar bara svona að staldra við tvennt og annars vegar það er stærð friðlandsins, 582 kilometrar. Þetta er stórt friðlýst svæði á Íslandi. Þau eru nokkur mun stærri, Vatnajökulsþjóðgarður og önnur friðlönd stærri eins og Friðlandafjallabaki til dæmis. En þetta er með stærri friðlýstu svæðum á Íslandi og það gerir það strax merkilegt út af því. Nú það tilheyrir alþjóðlegum flokki friðlýstra svæða sem eru víðfeðm óbyggða eða eyðibyggða svæði og það er líka sérstæða þessa friðlands. Og skilgreiningin á því að það eru svæði sem eru lítið eða ekki dröskuð af hálfu manna og hafa haldið að mestu eða nær öllu leyti sínum náttúrulegu einkennum. Og hér sjáum við kort af friðlandinu sem auðvitað allir þekkja, það nær yfir norðvestur hluta Vestfjarðakjálkans, utan Skorarheiðar, Jökulfirði og Víkurnar og svo sjálfur Hornstrandir. Nú, við höfum þetta heyrt nú þegar frábærar frásagnir af gildi svæðisins fyrir samfélagið sem hefur nýtt það í gegnum tíðina og það þarf nú ekki að fara mörgum orðum verndargildi svæðisins í heild sinni en það hefur samt verið svona skilgreint og orðað út frá náttúruverndar sjónarmiðum og kannski aðalengin er einmitt hversu afskekkt það er landfræðilega og í raun og veru hér nyrst á þessu norðvesturhorni landsins
og hversu lítið mótað af umsvifum ágangi manna. En innan þess síðan að finna stórmerkilega svæði og náttúrufyrirbæri. Við erum með þessi mikilfenglegu fuglabjörg, gróðurfar og griðland refa og við munum heyra þetta allt aðeins meira hér í mínu erindi og hjá Ester á eftir. Og svo auðvitað menningarminjarnar sem standa sem minnisvarðar tíðaranda og búsetuhætti sem liðin undir lok, en einnig sú menning sem við heyrðum hér áðan svo skemmtilega hvernig þessi svæði eru áfram notuð. En markmið friðlýsingarinnar og friðlandsins eru þetta að standa vörð lífríkið, jarðminjar og menningarminjar á þessu stóra svæði. Bara aðeins landslagið, það væri að halda langa ræðu og lýsa landslaginu og öllu svæðinu í smáatriðum, en það sem auðvitað einkennir þetta svæði það er að stærstum hluta hálend. Og undirlendi í heildina frekar lítið og dreifist auðvitað í víkurnar kannski aðalega og aðeins í firðina. Ströndin er mjög vogskorinn, það er annað sérkenni, það eru þessar firðirnir í Jökulfjörðunum og svo víkurnar sem auðvitað vísa meira út í haf og svo þessi þverhníptu björg sem skilja þar á milli, það er líka mjög einkennandi fyrir landslag svæðisins og setur mikinn sveip á það. Síðan sjáum við töluverðan fjölbreytileika inn í þessum fjörðum af víkum í fjörunum og samsetning og einkennum þeirra. Við erum með stórgrýtarfjöru, við erum með sandfjöru, við erum með sjávarlón og leirur og í þessum fjörum er síðan fjölbreytt heimkynni ýmissa lífvera. Það eru nokkur stöðuvötn innan friðlandsins og fjöldi vatnsfalla, engin þeirra nú mjög löng, en setja svo sannarlega mikinn svip og hafa skipt miklu máli fyrir bæði lífríki og þetta búsetu manna sömuleiðis. Og árósasvæðin á þessum vatnsföllum eru í sumum víkunum mjög víðáttumikil eins og þið þekkið og þetta setur allt mjög mikinn svip líka á landslagið. Og hér höfum við bara nokkra myndir, fallega myndir, ég fekk það nú flestar frá Kristínu, Barsvík hér, þetta er mynd frá Ester, síðan niður í Veiðileysufjörð, hérna sjáum við, þetta er útsýni frá Staðarheiði, það glittir hérna í Sæból, og svo hérna einn frá austurströndinni, fossinn Drífandi, sem þetta er náttúrulega mjög tilkomið mikið landslag, þessi þverhníptu björg. Nú, aðeins jarðfræðisvæðisins, við erum auðvitað á Vestfjörðum og jarðfræði Vestfjarða einkennist auðvitað þessari gömlu blágrýtismyndun, þetta með elsta bergi á Íslandi sem er hér á Vestfjarðakjálkanum og það á það sama auðvitað við það sem er innan friðlandsins. Það eru fornar megineldstöðvar sem setja svip sinn á þau hraunlög sem hér er að finna og einkenna berggrunninn. Og sérstaklega í austurhluta friðlandsins er meira svona ísúrt berg og þar eru til dæmis mjög skemmtilegar myndanir eins og Gígjasporshamarinn í Hrafnsfjarðarbotni sem er gígtappi og mjög tilkomið mikill. Og svo höfum við í berggöngunum auðvitað inn á milli gamallar hraunlaga ýmiss konar setlög sem segja sögu langt aftur í tíman. Þetta eru 12–15 milljón ára gömul, hérna vantar orðið milljón hérna á glæruna, það var nú klauvalegt, blágrýtislög sem eru einkenna jarðfræðina hér og það sem setur svo mikinn svip á og telst til áhugaverðra og merkilegra jarðmyndan eru þessir hraundrangar og hraungangar sem hérna liggja í gegnum jarðlögin og eru sérstaklega áberandi í stóru björgunum. Og við sjáum bæði áhrif jökulrofs, auðvitað hvernig víkurnar sérstaklega eru landslagið er einkennandi í víkunum og fjörðunum og svo sjávarofið hefur auðvitað sett mjög mikinn svip sinn á sérstaklega á Hornstrandirnar. Nú, gróðurfar, Hornstrandir auðvitað og friðlandið í heild sinni þekkt fyrir að vera gróðursælt, þrátt fyrir að vera hér á norðurhjara. En það er sérstakt svona fyrir Ísland því að það er ekki margir aðrir staðir á landinu, það er kannski helst á Melrakkasléttu og nyrst á Skaga sem má finna svona sambarlegt gróðurlendi þar sem er í rauninni einkennandi fyrir heimskautagróður. Við Ísland er hérna alveg á jaðrinum að teljast heimskauta að vera á heimskautasvæði. Og síðan auðvitað sett mjög mikið mark á innan friðlandsins að hér hefur ekki verið beit á svæðinu í marga áratugi og þannig að gróðurinn hefur fengið að vera í friði frá beit og það hefur auðvitað
hefur mjög mikil áhrif. Nú þessi miklu snjóalög sem eru samfelld verja gróðurinn vel og eru líka uppspretta leysingavatns sem myndar þessa góða aðstæði fyrir plöntur til að geta vaxið og þess vegna verða víða þessi mjög gróskumiklu blómlendi sem við könnumst við, það sem eru fallegar blómjurtir. Meira að segja jafnvel hérna niðri í fjörunni eins og í þessari myndinni Rekanum. Það eru ýmsar vistgerðir að finna við á náttúrufræðistofnum kortleggjum og skrám svokallar vistgerðir sem eru þessi helstu gróðurlendi og margar eru metnar með hátt verndargildi, ekki síst votlendisvistgerðir, til dæmis starungsmýravist sem kannski svo votlendisvistgerð sem algengust innan friðlandsins, metin með mjög hátt verndargildi. Við sjáum hérna fallega mynd af votlendi mitt úr Hornvík. Votlendi víða að finna en líklega það svona undir kortlagt. Það hefur ekki náðst kannski að kortleggja nægilega vel svona nýlega gróðurfarið á Hornströndum og við vitum samt að í það sem undirlendi mest gras og mólendi ríkjandi og ríkulegt og votlendi sömuleiðis og svo þessi strandlendis vistkerfi mjög víðfeðm og þar líka mjög áhugaverður gróður. En auðvitað fjalla- og melagróðurinn náttúrulega tekur mesta plássið og sjáum það hér á vistgerðarkorti náttúrufræðistofnunar að brúnu litirnir eru einmitt þessi mela- og fjallagróður sem auðvitað þekur langmesta flatamálið. En græni liturinn graslendið og mólendið og votlendið sést kannski ekki alveg vel, það svona gult á litin. Svo eru bleiku og bláu litirnir eru kringum þessi sjávarlón og strandsvæði. Það var fundist 260 tegundir háplantna, þetta ekki glænýjar tölur, þetta svona á gömlu meiði. En meðal annars finnast 2 friðarplöntutegundir, hlíðaburkni sem mjög sjaldgæf tegund finnst bara hérna á Vestfjörðum, á Snæfjallaströnd og í Hestarárfirði. Og svo egg-tvíblaðka sem nú algengari víða á landinu og þessi mynd í miður ekki frá Hornströndum heldur annars staðar en það þessi háa hérna planta, þetta mjög falleg og sérstök planta sem hefur fundist í Hornvík. Nú, dýralífið, við fáum hérna erindum refinu eftir þannig að ég mun ekki segja mikið refin en lét eina fallega mynd hérna fylgja. Hann auðvitað mest áberandi meðal spendýra og einkennisdýr friðlandsins. En hér eru nú fleiri spendýr, hagamýs eru algengar og við ströndina algengt að sjá bæði landsel og stundum útsel og smáhveli sjást synda inn á Víkur og Firði. Minkur hefur fundist í friðlandinu en hann eins og þið sjálfsagt vitið framandi tegund sem var flutt til landsins og slapp og finnst núna út allt land og telst ágeng tegund og veldur ýmsum vandamálum. Nú og svo eins og frægt þá hafa nú hvítabirnir heimsótt friðlandið og nágrenni. Nú bara síðast það var auðvitað ekki innan friðlandsins sem hann sást en það stutt síðan hann var inn í Jökulfjörðum. Á með vötnum finnst silungur og lax gengur upp í sumarárnar úr svona sjálax og svo þetta blómlegt smádýrlíf og mikið þessu hefur lítið verið rannsakað því miður. Það mikil þörf á að rannsaka betur lífríki Hornstranda, refurinn þar alveg sérstök undantekning. Ég ætla svona sem eftir erinduna að tala fuglalífið. Það hefur sömuleiðis kannski í heild sinni of lítið verið rannsakað en við vitum þó heilmikið og sérstaklega hefur verið vel fylgst með bjargfuglunum í björgunum stóru. En fuglalífið mikið og fjölskrúðugt í friðlandinu. Það allavega 30 varptegundir hafa verið skráðar. Friðlandið í heild sinni skilgreint og það náttúrufræðistofnun sem heldur utan þá skráningu sem eru svokölluð alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði og það byggist á fjölda tegunda, það þarf að vera ákveðin mikill fjöldi af tiltekinni tegund til að það nái viðmiðum að vera alþjóðlega mikilvægt. Og fyrir friðlandið í heild sinni þá telst, og þá sérstaklega kannski innvíkurnar og strandsvæðin, telst að þetta alþjóðlega mikilvægt sem fellisvæði fyrir æðarfugl, það æðurinn í felli, ekki varpland, heldur einmitt eftir varpið. Og sömuleiðis fyrir fálka, það það mikið af fálka, svo sem ekki stórt prósent fyrir landið, en nægilega hátt hlutfall til að teljast mikilvægt. En fyrst og fremst það sjófuglarnir og það eru 7 sjófuglabyggðir sem teljast alþjóðlega mikilvægar og þær eru merktar hérna á kortinu. Þetta eru Grænahlíð, Rytur, Kögur, Kjalarnúpur og Smiðvíkurbjarg og svo auðvitað stóru fuglabjörgin Hælavíkurbjarg og Hornbjarg sem eru auðvitað gulleggið, svo má segja. Þetta eru náttúrulega einstök, þetta eru einstæðstu fuglabjörg og ein mikilvægstu fuglabjörg á landinu og þarna eru gríðarstórar sjófuglabyggðir og ef við tölum aðeins þær að það eru auðvitað kannski það svartfuglinn sem á svona athyglina á heiðurinn
Þarna eru stærstu varpiðir, bæði langvíu og stuttnefju á landinu ef maður telur saman Hælavíkurbjarg og Hoddbjarg. Ef þær eru taldar aðskildar þá er nú Látrabjarg stærra heldur en annarkvort Hælavíkurbjarg eða Hoddbjarg, en saman, og það er oft talið saman, en þetta er nálæg hvort öðru þessi tvö björg, að þá eru byggðirnar þarna stærstar. Og 40% af langvíustofninum verpir í þessum tveimur björgum og meira en helmingur af stuttnefjustofninum. Þetta eru gríðarlega mikilvæg svæði fyrir þessar tegundir. Bjargfuglar hafa verið vaktar í Hælavíkurbjargi langt skeið og það er kannski eina svona alvöru fuglavöktunin sem hefur verið í töluverðan tíma innan friðlandsins. Og Náttúrustofa Norðausturlands og Náttúrustofa Vestfjarða í samstarfi sjá þessa vöktun. Það eru notaðar myndavélar og einnig farið á svæðið og talið og flogið yfir stundum. Og þessir stofnar hafa verið stöðugir í þessum vörpum og það er ekki endilega verið trendið yfir landið og til dæmis stuttnefinu hefur fækkað á landsvísu, sérstaklega í minni byggðum og það hefur verið áhyggjuefni, en stofnin hefur haldið stöðugur í þessum stóru björgum og það er mjög ánægjulegt og endurspeglar enn frekar mikilvægi þeirra. Það er líka mikilvæg álkuvarpið í björgunum, hún er nú töluvert minni heldur en í Látrabjargi, það sem er stærsta álkuvarpið, en þarna hefur verið líka stöðuleiki og svona síðasta talningi fyrra bendir til fjölgunar sem er ánægjulegt. Fílabyggðir eru þarna margar og það er kannski ekki síst hinar fuglabyggðirnar sem voru þarna á kortinu. Grænuhlíð, Ryturinn, Kögurinn, Kjalarnúpur, til viðbótar við auðvitað stærstu byggðina í Hælavíkurbjargi og Hoddbergi og svo Smiðvíkurbjarg. Þið sjáu þarna tölur, þetta er ekki nýjar tölur, það hefur ekki tekist að telja fílana í þessum byggðum mjög oft, þannig að við erum með tölur frá 2014 og sumar alveg til 2007. En í Hælavíkurbjargi er einnig fylgst með fílavarpinu eins og með svartfuglunum og þar hefur staðan verið metin nokkuð stöðug á meðan því miður honum er að fækka víða annars staðar á landinu. Og Rytun er sömuleiðis, hún hefur átt í vandræðum víða í mörgum smáum byggðum á landinu eins og til dæmis á Snæfellsnesi, en í Hælavíkurbjargi, það sem er langstærsta varpið Rytu, þar að segja í björgunum tveimur, 42% af stofninum, sú byggð sem er hátt í 250.000 varppör, hefur haldist nokkuð stöðugt upp á síkastið eftir þó einhverja fækkun, en ekki það nærri þeir eins mikla fækkun eins og við sjáum í annars staðar. Og í Rytnum, eins og hæfir nafni fjallsins, er líka mikilvæg Rytubyggð. Nú það er ýmsar fleiri tegundir sem nýta sér björgin þó að þau séu kannski ekki þeirra merkustu svæði fyrir þessar tegundir. Þarna verpir bæði lundi og teista og skarfategundir. Skarfarnir nýta sér til dæmis súlnastapan. Mávabyggðir eru þarna líka, hvítmáfur og svartbakur sérstaklega, og hvítmáfur verpir líklega við bæði björgin og þetta er mynd sem mestur tók af bæði hvítmáfi og svartbaki í varpi hlið við hlið. Náttúrustofa Vestfjarða hefur verið að vakta hvítmásbyggðir víða á Vestfjarðakjálkanum og meðal annars eina innan friðlandsins sem er í Lónafirði. Hún er nú ekki stór en þar voru 9 pör árið 2022. Nú, fyrir utan þessa svona hefðbundnu sjófugla þá erum við líka með fleiri tegundir sem nýta sér sjóinn. Æðarfugl eru auðvitað önd en hún er sjóönd og eins og ég segði áðan eru þetta mikilvægar fellistöðvar fyrir æðarfuglinn. Það er líka mikið af straumöndum hér sem nýta víkur og firði hér yfir vetrartíman. En straumöndur auðvitað verpa við ár en eru með ströndum fram á veturna. Nú við ár og vötn eru svo ferskvatnstegundir sem verpa, álftir, lómur og stokkund og fleiri andategundir, kannski ekki miklu mælisamt. Og kríuvörp eru nokkur. Síðan er töluvert af vaðfuglum sem verpa bæði í mólendi, votlendi, í fjörum og melum víða í friðlandinu, en því miður höfum ekki mjög góðar tölur þéttleika nema á stöku stað hefur verið fylgst með, sérstaklega í Hornvík og aðeins í Hlöðuvík, en við þurfum miklu betri upplýsingar þessa fugla. En til dæmis sandlóa, hún auðvitað líkar vel við melana og það er nóg af þeim. Hún er algeng, spói er algengur, hrossagaukur algengur. Sendlingur verpir hér og er líka með fjörum fram á veturna, heiðlóa, óðinsani og fleiri tegundir.
Og svo eru auðvitað ýmsar fleiri fuglategundir, spörfuglar, þúfutittlingur er mjög algengur, snjótittlingi sem hefur reynda verið að fækka á landsvísu, hér þó enn nokkuð algengur enda norræn tegund. Steindebill og fleiri maríuerlar, hrafnar eru auðvitað áberandi og eins og ég sagði áðan, hér töluvert fálkavörp. Og fálkin tegund sem því miður ekki stendur frekar illa á landsvísu, þannig að það mikilvægt að til séu svæði það sem honum vegnar ágætlega. Nú, þetta auðvitað mjög hröð yfirferð, en fyrir þetta lífríki og fyrir þessa náttúru sem ég búin að fara yfir hundavaði auðvitað mörgu sem þarf að huga og við erum heppin að það hér innan friðlands, en það þarf að tryggja að verndunin sé árangursrík og að fylgt sé eftir þeim markmiðum sem settur fram friðlandið og meðal annars það að huga hvernig umgengni og hvaða áhrif ýmissa athafna okkar eru á lífríki ekki síst, bæði gróður og dýralíf. Og aukin umferð auðvitað fólks og skipa og annað slíkt, þetta allt atriði sem þarf að fylgjast með og reyna að meta mögulega áhrif á því að lífríki getur vanist ýmsu en það eru þolmörk og þau þarf kannski að þekkja betur. Svo ég nú orðið svo heppinn að hafa fengið að fara tvisvar með honum Gauta í hreinsunarferð og þar sláandi að sjá sjórekna ruslið og þess vegna svo frábært að þetta verkefni sé stött og stöðugt í gangi. En hérna mynd sem ég sjálfur tók í Hlöðuvík af svartfugli mitt sem hefur lent í ekkert sérstaklega stóri netadræsu en það draga dilk á eftir sér. Nú bara rétt í lokin þá mér svona smá pælingar og bombu, þetta nú bara frá mér, þetta ekki neinn plön eða neitt, en fyrir sunnan Hornstrandir eru svæði aðliggjandi sem hafa mjög mikið náttúruverndargildi og hafa verið skilgreind og rætt á ýmsum vettvangi út af því. Þetta stóra svæði í miðjunni, hér hefur þetta annað friðlýst svæði sem fyrir Drangajörðin, en þetta stóra svæði í miðjunni á skráð á náttúruminjaskrá sem Snæfjallahreppurinn forni. Og þar eru þetta kennir ýmsa grasa á landslagi og lífríki sem þykir mér merkilegt. Og svo hann kannski margir búin að gleyma því, en suður hluti sjálf Snæfjallaströnd í raun og veru og þar með talið Kaldalón voru samþykkt á Alþingi á náttúruverndaráætlun 2009-2013 út af mikilvægi svæðisins fyrir plöntur. Þar finnst alveg einstaklega og óvenjulega mikið af mjög sjaldgæfum plöntutegundum. Þannig að á landsvísu telst þetta svæði afskaplega merkilegt með tilliti til þessara plöntutegunda. En það varð nú ekkert úr þeirri friðlýsingu en það var mikil umfjöllun það á sínum tíma. En ég ætla nú að láta þetta duga, enda með ágæti mynd af, þið kannist kannski einhver andlit þarna, þetta úr Hlöðuvík þegar við vorum að tína rusl 2021. Kæra þakkir fyrir mig. Það farið að hitna í kolunum, fólk farið að tala að stækka friðlandið og hlutabröðin að hækka. Við ætlum að fá Ester Rudd sem hefur verið tíðurgestur, auðfúsugestur í friðlandinu árabil til þess að segja okkur aðeins frá stöðunni á konginum, eða geitinni, eða hvað við að kalla refinn. Og svo þegar að hún hefur lokist af, þá ætlum ég að fá þau, Snorra og Ester Rudd til þess að setjast í settið og spjalla aðeins við okkur. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég myndi nú eftir því að þetta í þriðja skipti sem ég stend á einhverju afmælishátíð þessa friðlands. Árið 2000 var ég hér á Hömrum þá var ég starfsmaður Náttúrustofu Vestfjarða og átti að segja frá öllu dýralífinu á Hornströndum og ég byrjaði bara á galdraflugunni og fór síðan bara upp fæðuvefinn sko. En vissi náttúrulega ekki neitt því ég var bara búin að fara tvisvar. En að minnsta kosti, ég ætla að tala pínlítið refinn. Ég búin að vera wannabe Hornstrendingur, Sléttuhreppingur og Grunnavíkurhreppingur mjög lengi og hef góðfúslega verið ættleidd í Hornvíkur hópinn í hjá Stígshúsfólkinu og fengið þar inni í meira en 20 ár.
Ég ætla bara að vinda mér í þetta. Ég ákvað að vera ekkert að fjalla refi sem slíka því að allir vita hvað það en ég kannski að nefna úr því að svo þið vitið það, þetta náttúrulega norður heimskauta tegund, ef það skildi einhver ekki vita það sem líka að horfa á streymið, útbreiddur allt norður heimskautið, Ísland eitt fárra svæða þar sem að tegundin finnst sem ekki með aðganga hinum með landi eða hafís og hefur verið einangraðir hér frá því ísöld lauk í nokkur þúsund ár, alltaf 8.000 ár eða svo og þeir hafa verið veiddir samkvæmt lögum frá upphafi laga á Íslandi og landnáms og voru í rauninni veiddir samkvæmt lögum og eru en það ekki fyrir 1994 sem að villítralögin eru sett á sem að tegundin fær loksins friðun samkvæmt lögum. En frá friðun þá hafa verið veiddir meir en 160.000 refir fyrir ríflega 3,5 milljarða íslenskra króna. Og ég veit ekki með businessmannin hvort hann finnst þetta gott módel, hvort eitthvað myndi byrja á svona businessmódel í dag, en þetta staðreynd og opinberar tölur. Og veiðar hafa yfirleitt verið taldar takmarka stofnstærð refa á Íslandi og verndun refa hefur almennt verið talin auka stofnstærð. Refir voru síðan friðaðir þarna með þessum villítralögum sem tóku þá gildi 1995. Þetta svona lykil ár í því sem ég á eftir að segja. Það hérna kort með svona rauðum blettum sem að merkja svæði þar sem að má ekki veiða refi á Íslandi. Og Hornstrandir þar á meðal og stærsta svæði í rauninni kringum Þjórsárver og því miður hefur engin vöktun farið þar fram. Það svona óskasvæði mitt því að Hornstrandir svokallað svona strandsvæði þar sem að allt frá ströndinni og sjónum er aðalfæðan en inn til landsins það eitthvað annað sem hefur vantilega gæsir á þessu svæði. En innan þessara friðlanda, Snæfellsjökulsþjóðgarður stofnað 2001 og þar hefur ekki verið leyft að veiða refi frá upphafi á því svæði. Og þetta eru 1-2 svæðin þar sem vöktun á refum á Hornströndum og á Snæfellsnesi. Hér maðurinn sem ég lærði allt af og þetta Páll Hesteinsson eins og margir vita á myndinni tekin í Hlöðuvík árið 1998 og það sumar var mitt fyrsta sumar með refunum og þeir sem hafa fylgst með mér síðan hafa séð að ég hef ekki hætt að koma síðan þá. En þetta var bara sumarstarf og síðan bara held ég áfram og í hans nafni og með hans blessun. En vöktun ref á Hornströndum, formlega vöktunin hefur verið svona samtíningur til að byrja með, en það eru til veiðigögn frá veiðistjóraembættinu frá því að veiðar voru skráðar fyrst 1958 og þar til þeim lauk 1994. Og þessi gögn eru mjög ítarleg og vel skráð eins og allt land. Við notum veiðigögn í vöktun refastofnsins og reiknum ýmislegt út úr þeim. Eftir það voru nokkrar óreglulegar athuganir, jafnvel fyrir þennan tíma. Nokkur dýr voru eyrnamerkt, það var unnið með veiðimönnum og það eru til skráningar refarhræ sem voru aldursgreind frá þeim tíma. Síðan fór fram erlend rannsókn sem ég tók þátt í að hluta til og hófst 2002 og lauk 2007 en kláraðist aldrei og ekkert til það. En það voru 200 dýr eyrnamerkt í Hornvík og nokkur senditæki sett á dýr. Eftir 2001 hefur verið áhersla á norðaustursvæðið og það sést á neðri myndinni korti sem ég vakta á hverju ári til að athuga með ábúð refa. Á þessu svæði 41 þekkt greni á þessu 72 ferkilometra svæði og það nær frá Álsfelli og að Hornbjargsvita. Það hafa verið svona 12-15 af þessum grænjum í ábúð ár hvert, þar af 5 í Hornbjargi. Og það má eiginlega segja að þéttleikinn sé mestur þar og sé mestur þar í heimi, eftir því sem ég veit best. Og ég þekki nú bara eiginlega flesta sem stúdera þessa tegund allt í kringum heimskautið. Það nóg æti í björgunum sem getur útskýrt þéttleikann, en svo fremi að fuglar séu sestir upp
og að þeim gangi vel. Því ef þeir ekki sestur upp, þá er ekki fugl að éta og ef þeir gengur ekki vel, þá verp ekki, þá er ekkert að éta seinna sumarið. Þetta er nú svona frekar einfalt lögmál. En á landsvísu þá vöktum við refastofninn með því að taka hræ frá veiðimönnum, rýnir í veiðitölur og svo aldursgreinum við og gerum svona líftöflur með alls konar útreikningum og þetta er svona gróft stofnmat og þetta er unnið svona eins og þorskstofninn er metin. Í upphafi mælinga 79 þegar að stofninn var fyrst metin var hann í sögulegu lágmarki, rétt yfir 1000 dýr. Hann óx rólega í fyrstu en svo hraðar og mjög hratt og síðan náði hann hámarki 2008 og fjall þá frekar hratt en hefur alveg verið svona í kringum sömu tölur síðan. Þetta er ekki alveg nýjustu tölur en hann virðist ekki hafa hrapað neitt aftur. Það sést þarna, glöggir menn sjá að eftir 95, þegar að friðun refa hófst, tók kippur að koma í málin. En við höfum veiðitölur frá Hornströndum og ég ákvað að bera þeim saman. Þetta eru svona hlaupandi meðaltöl og landið er það sem er vinstra megin og Hornstrandir er það sem er hægra megin. Það er þarna er í rauninni bara stofnmatið en það eru til veiðitölur frá 58 sem sýna að stofninn var stór þá, hrapaði niður í þetta lágmark 80 og upp aftur. Hér eru veiðitölur sem sýna að stofninn á landinu og Hornströndum hrapaði á sama tíma. Það eru náttúrulega miklu færri tölur á bak við Hornstranda þannig að þetta eru í rauninni meiri sveiflur en trendin er sá sami. Þegar að stofninn fór að aukast aftur þá er líka hægt að sjá sama trend en ef þið eru aðeins að skoða þetta þar sem snýr að Hornströndum þá er í rauninni sama talan í upphafi og í enda þó að sveiflurnar séu mjög miklar. En trendin er mjög hratt upp á við á landsvísu. Það sem við höfum verið að gera með erlendum aðilum er að samræma hvernig vöktum við þessa tegund, hvernig metum við stofnstærð. Við erum eina landi sem höfum aðgang að fullt af hræjum og veiðitölum. Annars staðar er farið á greni, athuga hvað eru mörg með við ferkílómetra sem eru notuð og hvað eru margir yllingar á hverju greni. Þetta er kallað got, fjöldi gota og gotstærð eða litters and litter size. Og þetta er svona áætluð litter size eða fjöldi gota á Íslandi eftir því sem að fjölgaði frá 79, þetta nær bara til 2008 þegar stofninn náði hámarki og það má eiginlega segja að þessi fjölgun hafi orðið út af því að burðageta hafi aukist. Það er búið að reikna út, gera fullt af greinum þar sem er sýnt fram á að fuglalíf auðgaðist með hlýnun á þessum tíma og það var meira æti og það var pláss fyrir fleiri refi til þess að tímgast þannig að það urðu fleiri got. Á Hornströndum á sama tíma samskonar gögn fjöldi gota með við ferkílómetra frá 99 þegar við fórum fyrst, það er rauðatalan, þá var farið á allt svæðið og síðan á þetta norðaustursvæði engin aukning. Og það má eiginlega segja ef að sama grafi væri lagt saman, þá væri það að koma hérna upp úr. Þetta næri henni bara 50% af svæðunum. Þannig að það má eiginlega segja að frá friðun hafi í rauninni frekar fljótlega farið að stöðvast þessi mikla aukning sem að sást síðan á landsvísu og hefur haldist stöðug síðan nema það er aðeins lægri þéttleiki eftir 2013. En hinn parametrin sem við skoðaðar þegar við að skoða stofnbreytingar er gotstærð eða litter size og hún sveiflast á læmingjasvæðum og eiginlega öllum öðrum svæðum í heiminum á 3 til 5 ára fresti er mikið, stór got og svo lítil got eða engin got. Á Íslandi, þetta eru veiðitölur frá Hornströndum, þetta rauða, frá 1962, frá Ragnar Jakobssyni, Hallgrími og Jóni Oddssyni sem hafa veiddu hér á þessu svæði mest og það sést að gotstærðin sveiflast ekki neitt og hún fer aðeins niður en þetta er ekki marktækt, þetta er svo lágar tölur, svona 4 til 6 yrlingar.
Gotstærðin frá okkar mælingum á Hornströndum nánast svo sama. Hún hoppar hérna eitt árið upp en það ekki marktækt heldur. Hún að jafnaði 5 til 5,3 yrlingar en var aðeins lægri hérna fyrir friðun. Þannig að það má eiginlega segja að gotstærðin hafði hækkað einn yrling eftir friðun. En þetta ekki marktækt. Nú það önnur spendýr sem mikið af á Hornströndum, eins og fjallar byggð laðist af en hún laðist ekki beinlínis af. Það eru ferðamenn sem eru manneskjur sem koma af alls konar ástæðum sem ég skil vel og vil bara endilega allir fá að njóta. Og þegar ég kom þarna fyrst 98 þá þurfti að redda ansi miklu því að það kom ekkert meiri bátur. Það var sérst farið með okkur sérstaklega og síðan var svona öðru hvori einhver að koma með það var nú Reimar sem þjónustaði okkur þetta fyrsta sumar. Ég fór líka með honum Guðmundi Jakobssyni á Neistanum og það var svona að vera að redda sér og svo var kannski ein ferð í upphafi og ein í lokin. En Fagranesi var auðvitað að sinna eins og þið vitið landeigendum en það var í rauninni ekki fyrir en svona kannski allavega fyrir okkur 2008 eitthvað svoleið sem að fóra að aukast svona mikið ferðir og 2013-14 þá við farið að koma með ferðir með fleiri aðilum og frá fleiri svæðum. En þetta bara svona mynd af fjölguninni eiginlega bara í Hornvík og við höfum ekkert nákvæma tölur en það má eiginlega segja að það hafi alveg tífaldast fjöldinn af fólkinu. En í upphafi voru refir alls ekki aðdráttaraflið hjá fólki. Þeir gengu yfirleitt hóparnir bara framhjá og höfðu engan áhuga á þessu refum nema kannski bara pínlítið að spjalla eins við þá svona þegar það var nestið en ekkert endilega pælið þeim. En ég get held í fullyrt og þið vitum meira það hvort að refi sé orðin aðdráttaraflið hjá mörgum í dag. En svona aðalmálið að það árleg aukning í fjölda ferðamanna og tímabilið hefur lengst í báðar áttir. Við höfum fylgst með ferðamönnum og refum við greni síðan 2008 og erum að skoða ferðir refa á grenin, hvernig þau sinna afkvæmunum sínum og hvað menn að gera sem koma fram hjá grænum. Og það voru náttúrulega engir ferðamenn við grenin í júní 2008 þegar við byrjuðum, en þá vorum við líka með áætlunum að vera með athugun í júlí og ágúst. Og það átti að vera fyrir ferðamenn og meðan ferðamenn voru og svo eftir ferðamenn. Í dag þetta náttúrulega bara aðeins öðruvísi. En það kom í ljós að við gátum eiginlega ekkert nota, við eigum mikið af gögnum frá því seinum sumarið, en gögnin sem við getum nota til þess að bera saman tölfræðilega, af því að við erum með tölfræðinga til þess að reikna út þessar tölur, það eru tölurnar sem við erum með frá því yrlingarnir eru svona 4 til 6 vikna, eru að spena, sitja við grenin og ekki út allt og það eru marktækugögnin sem við getum borið saman. Og við ætlum ég ætla aðeins að sýna ykkur, við vorum að birta grein og í Wildlife Biology í síðasta mánuði frá þessum athugunum sem byrjuðu 2008. Við erum búin að berjast við að fá þessa grein birta í mörg ár og fengum loksins tölfræðing frá Skotlandi til að reikna þetta út fyrir okkur því að það að sitja og horfa á 1 og 2 greni og upp í 3 til 4 ári þykir ekki tölfræðilega marktækt og einstaklingsmunurinn á dýrunum svo mikill. En það sama, við náðum að gera eitthvað pínlítið úr þessu. Og það erfitt kannski að skilja hvað þetta þýðir, en þetta þýðir í rauninni að fyrsta grafið sýnir í rauninni hvað eru margir ferðamenn á klukkutíma staðlað með þennan tíma sem við sitjum við grenin. Þetta voru 12 tímar á dag í 5 daga í þessi 10 ár og 2008 engin. Síðan þetta svona litli kassar og miðjan á kassanum svona þverband og allt sem helmingurinn af gögnunum fyrir neðan og helmingurinn af gögnunum fyrir ofan. Svo svona litli punktar út allt sem eru svona útlagar. En þetta segir í rauninni tölfræðilega engin munur á fjölda ferðamanna við grenin eftir árum. Ok, þessa 5 daga. Síðan fórum við að telja hversu oft kemur einhver að grænjónum í þau skipti sem við sitjum þarna. Og það vex alveg svakalega og það vex eiginlega upp úr kortinu.
en það mikill breytileiki á milli ára. Þannig að það að refur búi, þið getið ímyndað ykkur, þetta bara stofan ykkar, þið eigið æðislega flott hús út á Eyrinni og það kemur hópur ferðamanna á skemmtiferðaskipum og að horfa inn í garðinn ykkar. Og ef það myndi bara gerast einu sinni og 100 manns kæmu, þá allt í lagi, það klukkan 10 og svo bara dagurinn laus eftir það. En ef það myndi koma á hálftíma fresti allan daginn, þá það skiptin sem einhver kemur sem truflar ykkur, það ekki? Fattið þið hvað ég meina? Það það sem við vildum mæla og það greinilega var aukning í því. Skiptin sem fólk kemur, þannig að stærðin á hópunum skiptir kannski ekki eins miklu máli, en skiptin sem fólk kemur. Og síðan var það, í síðasta grafinu þá það hversu lengi fólkið við grenin. Og þá vorum við bara að tala Grenjasvæðið sem við skilgreinum sem 50 metra, en við vitum alveg að refir bregðast við líka þó að einhver sé lengra frá, af því þeir sjá svo vel og að vakta sitt óðal. Og það sést gríðarleg aukning í þessum tíma sem að fólk dvelur við grenin, þó að sé auðvitað breytilegt að það þá fólk sem allar greinilega vera þarna ekki bara að labba og hittir þetta grein í leiðinni. Nú, við mæltum líka viðbrögð refana við ferðamönnunum og við byrjuðum 2008 og í rauninni þá segja gögnin að báðir foreldrar koma sjaldnar á greinin til að sinna afkvæmunum sínum eftir því sem að ferðamönnum fjölgaði. Því fleira fólk sem var, því ólíklegri voru dýrin til þess að koma á greinin. En það gríðarlega mikill munur á milli einstaklinga og ég held að allir inni hafi setið við grein og hort á þetta allt saman og séð að foreldrarnir stundum að koma. Sérstaklega þarf læðan að koma til þess að mjólka. En það voru frekar læðurnar sem að koma á greinin í okkar gögnum heldur en stekkirnir. En í athuguninni okkar frá 98 þá kom stekkurinn miklu oftar á greinið á þessum tíma þegar yrlingarnir voru litlir og læðan fekk frí. Þannig að þetta munur en það ekkert víst að þetta sé munur sem skiptir ykkur máli. Það eru alls konar ógnir sem að steðja þessum dýrum. Tóan ekki válistuð nema í Skandinavíu og ég tek fram að 90% af Evrópustofni þessara tegunda býr á Íslandi og þeir eru bara í miklu vandræðum í Skandinavíu. Það eru komnir úr 50 upp í 400 sem nokkur 100% aukning en þeir eru samt geta ekki lifað án hjálpar mannsins. Og á Svalbarða lítill stofn sem hefur heimsóknir bæði frá Kanada og Rússlandi. Þannig að okkar stofn mjög sérstakur. En hann hefur orðið aðeins fyrir barðinu á umhverfisbreytingum víða á norðurheimskautinu vegna hlýnunar, aðalega vegna samkeppni við rauðref sem hefur eiginlega tekið á alveg yfir og hefur drepið á yrlingarna þeirra og tekið yfir svæðum þeirra. Og læmingjarnir sem þeir lifa svona vel á og sveiflast með eru líka falla, sveiflurnar, og svo það þessi barrskógabelti sem þeir þola ekki að búa í. Við ættum kannski aðeins að skoða hvað við erum að planta miklu og mófuglarnir okkar sem refirnir í þetta geta ekki lifað í heldur. En það hefur orðið hrun í bjargfuglastofnum þó að sé bjart framundan og minna hrun kannski þarna hjá okkur, en við höfum séð fækkun í Hornbjargi af refum. Það eru færri óðöl og þar af leiðandi færri got, fleiri farnir að gjóta við ströndina. Það möguleiki að þetta sé minna aðgengi að fuglum sem þegar þeim fækkar þá þeir minna að búa á einhverjum svæðum þar sem refin ná til. Þetta þýðir að þeir þurfa að fara yfir meira svæði til þess að ná í æti og það þá minna tími til að gefa yrlingunum því þeir eru meira úti og geta líka minna að vera á vaktinni. Og ef þeir eru trufluð í leiðinni við grenin þá minni tími til fæðuflunar vegna þess að þeir alltaf að reyna að vera á vaktinni. Og við höfum séð afleiðingar eins og það eru árásir á yrlingar, vera að drepa yrlinga og það eru aðrir refir sem að koma inn á óðulinn og það sem við höfum séð að þeir eru minna, óðastýrin eru minna að fara að merkja svæðið sitt, svona fagmerkja. Og ef þeir með ekki vera því þá koma ókunnir refir af því það engin landamæri og labba bara þarna inn og gera alls konar. Það hefur líka fundist mikið plast í bæði saur og við höfum séð refi með plast hálsinn líka og bara við erum rosalega ánægð með átækið
hreinni Hornstrandir. Við reynum alltaf að tína saman sjálf. Það er allir dauði tíma notari það hjá okkur. Það getur valdið miklu skaða og það við sýnt fram að það getur valdið hormóna ójafnvægi og jafnvel aukinni geldtíðni. Við höfum fundið mikla kvikasilfursmengun í refum á Vestfjörðum og ég varst ekki að það sé einnig á Hornströndum. Og svo það sjúkdómar og sníkjudýr sem eru algengari þar sem þéttleiki refa hærri. Við vitum að eyrnamaur til dæmis landlægur hérna á Vestfjörðum og á Hornströndum og erum alltaf hrædd við fuglaflensuna líka en hún virðist í rénun. En þetta eru seigdýr og fólki sem kemur í heimsókn gott fólk. Og þetta eru harðgerdýr sem hafa lifað af mikla hremmingar hérna í gegnum aldirnar og þúsundir ára og gera sér alltaf góðu þegar ekki efnaði að vera kresin og það engin samkeppnisaðilar fæðuna þannig lagað. En það vetrarfæðan sem takmarkar vöxt í stofninum og að sumarlagi ofgnautt fæði þannig að óðulin mjög lítil í þar sem svona mikill þéttleiki af því það svo mikið æti. Þannig að ef að fæðan hrynur þá þurfa óðulin að vera stærri. Það mjög stöðugt fæðuframboð þó það sé lítið og við sjáum oft refi tímunum saman bara éta ykkur þangflugulirfur og marflær. En það allt í lagi, refir sem ekki tímgast þurfa ekki svo miklu orku. Og við höfum séð einstaka refi sem hafa verið sniðugir og fundið sér leið til að auka fæðuöflunarsvæði sitt eins og synda yfir ár. Það hægt að horfa það í Netflix-þætti sem ennþá held ég til og það heitir eitthvað Wild Babies eða eitthvað svoleiðis. Og svo þeir sem hafa einbeitt sér að þessum ritum sem baða sig, þurrka sér í stórum hópum og þá hægt að sitja fyrir þeim og ná þeim þó að ekki sé hægt að ná í þær í bjarginu. Og svo hafa verið búna til leiðbeiningar til fólk sem að sýna tillitssemi og gefa þeim frí yfir nóttina og ég held að það hafi lágmarkað neikvæð áhrif truflunar. En þetta eru fræg dýr og eru mjög vinsælir meðal ljósmyndara, kvikmyndagerra fólks og þessar ljósmyndir hafa unnið til verðlauna víða. Verið gerðar heilmargar heilmyndamyndir og alls konar þættir, búið að skrifa heilu bækurnar. Þeir koma oft fram í tímaritum og þetta ekki alslæmt því að refirnir hafa notið góðs af athyglinni. Það breytt hugafar gagnvart þeim og þekkingin eykur líka líkurnar á að fólk hafi meiri skilning á mikilvægi svona rándýra í vistkærfum. Það dreifist álagi með því að auka vetrarljósmyndun og svo stjórnunar- og verndunaráætlunin, hún hefur ákvæði refi og hvernig fólk ber að haga sér og fólk fer yfirleitt eftir þessum tilmælum og flestir sýna tillitssemi og við vilja að dýrin séu heilbrigð og til staðar í sínu náttúrulegu umhverfi sem við vilja heimsækja. Þetta svona myndir úr vetrarljósmyndaferðum sem vel heppnaðar. En íslenski refastofninn í heild stækkaði margfalt frá 80 til 2008 og mesta aukningin varð við friðun og veiðiálagið jókst mikið þrátt fyrir friðun og það var samt eftir það mikill vöxtur í stofninum og óstöðuleiki en verndun frefa í friðlöndum var ekki til þess að yrði vöxtur eða óstöðuleiki. Það var meiri óstöðuleiki fyrir friðun og þó að á sama tíma hafi verið fjölgað mikið á landsvísu. Og það má eiginlega segja að stofnvextinum sé stýrt af náttúrulegum ferlum og burðargetu lands sé í rauninni það sem takmarkar stofninn. Og í rauninni hægt að finna hérna gott dæmi endurheimt vistkerfis þó að það hafi kannski ekki verið upphaflega ætlunin. Og niðurstöðurnar benda þessuna til þess að veiðar með núverandi hætti sé ekki eins áhrifamikil leið til þess að hafa áhrif á stofnbreytingar og talið hefur verið. Og þetta mikilvæg þekking fyrir friðlönd og þjóðgarða. Þar ættu heilbrigð vistkerfi og náttúrulegi ferlar að ráða ríkjum. Með því þakka ég bara fyrir. Ég ætla að biðja ykkur að setjast örstutt og svo tökum við smá pásu. Ég ekki með margar spurningar tilbúnar fyrir ykkur. Þið kannski grípið míkrafóninn, Ester og Snorri, þarna úr, það þarf að halda á honum til þess að spjalla.
til þess að, og við fengum skilaboð, það þarf ekkert að gera, bara töfrar. Það fengum skilaboð af streyminum að biðja fólk að halda bara dálítið nálægt á mikrofónunum. Ein létt spurning bara til að koma svona öll á hreyfingu. Hvað það merkilegasta við Friðlandi og Hornströndum? Ein létt spurning. Já. Ég held að ég sé nú kannski ekki best til þess fallin að svara því. Ég held að það sé nú örugglega líka einstaklingsbundið út frá svona einhverjum stöðulegum náttúruverndarsjónarmiðum er það einmitt kannski þessi staðsetning og já, að hér eru þessar aðstæður sem geta talið svona heimskauta aðstæður og svo þessi saga líka að hér var búseta, hún ekki lengur til staðar og hvernig lífríkið hefur síðan einhverju leyti aðlagast breyttum aðstæðum en líka margt sem hefur rauninni kannski alltaf verið eins og það í dag. Þannig að, já, ég veit ekki, Ester, þú þekkir nú Hornstrandir betur. Hvað myndir þú segja? Mér persónulega finnst, það sem að mér finnst merkilegt við Hornstrandir er ofboðslegur fjölbreytileiki og lífríki miðað við hversu norðlægt svæði þetta er og einhvern veginn opið fyrir svona harðari heimi. Þannig að þetta er bara næstu bara Grænland og Grænlandsjökull og að standa þarna upp í mitti af hvönn út á miðju bjargi með syngjandi fugla og pöddur og alls konar í kringu sig. Mér finnst bara lífríkis fjölbreytileikin en það alveg gigantískur með önnur heimskautasvæði sem ég hef heimsótt sem að ég fæ alltaf svona pínur hroka þegar ég kem eins og á Svalbarða eða Grænland eitthvað bara. Já, þetta allt? Er þetta það sem þið en sko líffjölbreytileikin er gigantískur og ég er alltaf að reyna að segja fræðingunum í kringum mig að þeir vera að koma og mæla þetta. Einmitt. Þá, má segja kannski að svona ef maður reynir að rómantísera þetta að landeigendurnir og svona þetta samspil friðunarinnar og landeigendurnir séu þá svona verndarar líffræðilegra fjölbreytni. Þetta séu svona það séu verið að passa vel upp á tegundirnar allir saman. Ég sko komið með Jakobínu inn í hausinn á mér. Ég þekki hana. Það er að má eiginlega segja að þetta svæði verði sér sjálft. Hún var nú einn af útvörðum hennar svæðisins þó hún hafi verið, kannski þurfti fólk að fara frá til þess að sjá hvað þetta var mikilvægt og ég kem sem aðkomumanneskja eða svona wannabe ættleit en það má eiginlega segja allt sem að maður les frá henni segir manni kannski það sem að allt þetta fólk hefur verið að gera þess að kom þetta fram áðan með að ástæðan fyrir að fólk kemur tilbaka það vill vernda þetta og það hlýtur eiginlega að vera mjög stór partur af þessu að þetta er svona ennþá og ekki meira skipt upp er hvernig landeigendur hafa hagað málum að skipti sig ekki strax öllu upp þá væri bara fullt af litlu frímerkjum sem væri með alls konar og enginn með samkomulag neitt. Ég held að þessi framtíðarsýn hvað sem var vitandi og óvitandi hafi hjálpað rosalega til að svæðið er eins og það er í dag. Einmitt. Er það ekki bara góð lokaorð? Við skulum það standa upp og taka 7 mínútna pásu áður en við vendum okkur í loka hlutan. Takk fyrir.
Samkomi gestir, þá hefjum við síðasta hluta þessa afmælismálþings í tilefni 50 ára afmælis friðlandsins á Hornströndum. Það búið að vera ótrúlega skemmtilegt að hlusta á þau erindi sem hafa verið borin á borð hér og ég þakka frummælendum hingað til kærlega fyrir. Það er gaman að kynna sér mannlífið og dýralífið og annað lífríki með þessum hætti. Núna er hugmyndin að horfa kannski aðeins fram á veginn og svona pælingar og vangaveltur og svo aðra notkun á friðlandinu. Við höfum, það var aðeins komið inn á stækkun hérna í erindi sviðsstjóra á Náttúrufræðistofnun áðan og eins hefur aðeins verið talað ferðamenn og ferðamennsku. Þannig að í þessum loka dagskrárhlemmi ætlum við annars vegar að heyra frá yfirvöldum sveitarfélagsins. Gylfi Ólafsson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, ætlar að koma hérna næstur og þar á eftir reyndar mjög tengdur aðili, annar fulltrúi í meirihluta, bæjarstjórnarinnar, Nanný, sem kemur reyndar sem ferðaþjónn, sem er bara frábært, en við ætlum að byrja á því að gefa Gylfa orðið. Sælverði, já ég er aðfluttur eins og Ester en á mjög margar tengingar við Hornstrandir. Byrjaði nú að ganga með Jóni Björnsyni þegar ég var unglingur og hef gert ýmislegt, verið allsgáður og ekki allsgáður við ýmsa iðju, hreinsað Hornstrandir með Gauta og félögum og gert hitt og þetta og þess vegna hefur verið mjög áhugavert að raða upp þessum fyrirlestri vegna þess að ég hef þurft að sýna mjög mikla aðgæslu að fara ekki að ræða hluti sem skipta ekki máli eða sem heyra ekki undir þá fyrirsögn sem hér er. Ég ætla hins vegar með leyfi forseta að fara hér út fyrir efnið mjög harkalega. Þannig er að í október síðastliðnum gaf ég út bók sem heitir Lög frá Ísafirði, átti upphaflega að heita Lög frá Ísafirði og nágrenni en endaði á að heita Lög frá Ísafirði af því að Greipi fannst og nágrenni vera of langt. Og í þessari bók eru 2 lög sem að tengjast Hornströndum sérstaklega nánum böndum. Annað lagið heitir Minnisvísa fjarðarnöfnin í Ísafjarðardjúpi og Jökulfjörðum og er eftir mig og ég ætla ekki að spila það fyrir ykkur. Það er Bíður hljóðritunar með Ingvari vinum mínum og fjallar hvernig maður getur lært fjarðarnöfnin sem eru ekki í stafrófsröð eins og göturnar í Holtahverfi. Og svo hins vegar er það lagið Strollan sem er sungið mjög ofta á samkomum á Flæðareyri en eftirgreiðslan mín í tengslu við útgáfu bókarinnar og skrifa á formálunum leiddi mig í símtöl við mjög marga sem hér eru inni til þess að komast að henni sanna og þetta á sér rót í hjá systrum sem bjuggu að Sæbóli í Aðalvík og þetta lag er óþekkt, það var nú spilað virðist vera á harmonikku á okkurum böllum, hefur sennilega verið þýst eða frá Evrópu og flust hingað misbrenglað og þetta er í fyrsta skipti sem það er skrifað upp í nótum og það eru vegna þess að það hefur ekki verið skrifað upp í nótum svona nokkrar útgáfur af því þannig að ég þurfti að reyna að finna einhvern milliveg í því og naut það liðsinnis Halldórs Smárássonar, hvers foreldrar eru hér í salnum og nú ætlum ég að setjast við píanó og við ætlum að syngja öll saman. Þau sem að kunna þetta, syngja með, aðrir hlusta á þennan óundirbúna kórsöng.
þetta var algjörlega óundirbúið. En ég er hér sem formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar og ætla að reyna að halda mig innan þess ramma héðan í frá. Þannig er að Ísafjarðarbær er sveitarfélagi þar sem að Hornstrandafriðlandi heyrir undir og það eru ýmis skjöl sem eru notuð, ýmis verkfæri sem eru notuð til þess að stjórna notkun, nýtingu og framtíðarsýn og móta þá framtíðarsýn sem á að gilda þetta. Og sérstaklega er það aðalskipulag, það er strandsvæðaskipulag, það er stjórnunar- og verndaráætlun, það er svæðiskipulag sem nú er í vinnslu og svo er það svona stefna sitjandi bæjarstjórnar til þeirra mála sem að uppkoma á hverjum tíma. Og ég set það aðeins til hliðar vegna þess að það er aðeins ólíkt, eðlisólíkt þessum 4 svona meginplöggum. Og vegna þess að Nanni sem er með mér í jafnhluta í listans í bæjarstjórn, ætla hér að tala á eftir sem ferðaþjónn, þá rifjaðist upp fyrir mér þegar ég var beðinn að tala hér að ég stóð þarna sem forsvarsmaður ferðaskrifstofu fyrir 18 árum síðan þegar að verið var að undirbúa aðalskipulag og flutti þá ræðu sýn vesturferða sem var og svona gerir sig gildandi í ferðaþjónustu á Hornströndum það hvaða sýn við hefðum á þessa framtíð og ræðan endaði á að heita meiri vinna við að minna og að minna er meira. Og í þessu er nú gaman að rifja þetta upp og þarna teiknaði ég upp svona sýn sem átti að vera náttúrulega langt fram í óra framtíð 2020. Það sem lagt var til að ég lagði til að það yrðu svona 4 hringir með einfaldri næturgistingu, föstum rétt dagsins og tilfæringa lítilli trúsþjónustu en að dagsferðir væru kannski skynsamlegastar vegna þess að þær gæfu besta tekjur miðað við þá innviðaþörf sem að þyrfti. Að það þyrfti ekki gistingu fyrir þá sem að væru í dagsferðum og að hófstillt innviða uppbygging, til dæmis tjöld á föstum pöllum eða uppgerð hús væri heppilegasta leiðin til þess að sinna ferðaþjónustu á svæðinu og á sama tíma vernda sérkenni svæðisins. Og mín var niðurstaðan þarna að minna væri meira og eftir því sem við gerum minna því meira eykst sjarmið þess. Þarna stendur við viljum hógværa og rólega uppbyggingu og frekar látrussi þjónustu á svæðinu í góðu samráði við eða frumkvæði landeigenda. Við viljum enga vegi og við viljum að vegurinn í Leirufirði fari burt, sem var nú mál sem ég var búin að gleyma þegar ég rifjaði þetta upp. En það á grundvelli þessarar vinnu sem að þarna var í gangi var skrifað aðalskipulag og það var látið gilda til 2020 en það er ennþá í gildi vegna þess að nýtt aðalskipulag hefur ekki verið skrifað. Það er í undirbúningi og gengur svona aðeins hægar heldur en vonir stóðu til en þetta er uppdrátturinn eins og hann lítur út í aðalskipulagi og höfundar þessa aðalskipulags gerði okkur þann óleika að láta norður ekki snúa upp þannig að við skulum snúa þessu aðeins hérna en það sem að vekur mína athygli þegar maður skoðar þetta er að allt svæði sem að fellur undir Ísafjarðarbæ er málað með sama lit. Það er ekki gerður sérstakur greinamunur þarna en það er einhverjar línur sem eru setta til þess að afmarka friðlandi sérstaklega og ákvæðin sem eru í þessu aðalskipulagi eru svona og það sem ég ætla nú ekki að lesa þetta allt upp en vekja athygli á að þarna stendur til dæmis norðan djúps er lögð megináhersla á það að viðhalda ásýnd svæðisins eins og það var þegar það væri byggð og því er ekki gert ráð fyrir nýju landbroti á svæðinu til dæmis vegalagningu og svo er þetta tiltekið í nánari útfærslu lengra. Ég hins vegar svona hnauta aðeins þetta orðalag vegna þess að ég held að það sé ekki raunverulegur ásetningur fólks að viðhalda ásýnd svæðisins eins og það var þegar það var í byggð. Ég held að gróðurframvindan til dæmis hafi sýnt það, gróðurframvindan hefur verið slík og eðlilega að það er ekki eins og það var þegar það var í byggð. Þannig að ég held að við uppfærslu á aðalskipulaginu ætti að taka tillit til þess. Þetta er í raun einhvers slags mætti eiginlega frekar kalla þetta bara eyðibyggð. Bara með því, þú veist að það eru þá einhverjir innviðir, þeir innviðir sem að voru fá að halda sér með einhverjum uppfærslum en að plöntulífið fá að njóta sín og ég held að það sé svona þokkaleg sátt það, kannski er þetta orðhengisháttur hjá mér en mér finnst þetta orðalagið hérna ekki endurspegla svona þann anda sem að
að öðru leyti held ég sé í viðhorfi fólks til svæðisins. Og þarna einnig talað að ekki sé gert ráð fyrir að hefðbundin hlunnindanýting breytist og það er talað það á nokkrum stöðum eða minnst okkur 2 stöðum bara í þessari efnisgrein og svo náttúrulega spurning hvenær hefðbundin hlunnindanýting fer að vera hvenær þráðurinn á milli þessarar hefðbundnu hlunnindanýtingar slitnar bara vegna tímans gangs. Það að segja hversu lengi varir sá réttur að nýta hlunnindi í landi þar sem að öðrum annars óheimilt að gera mjög margt. Og ég held að þetta þurfi aðeins að velta fyrir sér þegar að framleiða stundir. Ég held hins vegar að þetta sé að mörguleiti vandamál sem hafi leyst sjálft á sama hátt og óaðgengilegi svæðisins, skortur á vegum inn á svæðið hafi verið kannski stærsti bjargvættur þess. Og svo var þarna sagt að á fyrri hluta skipulagstímabilsins yrði settur saman hópur hagsmunaaðila sem að skildi kanna kosti og galla stækkunar friðlands og stofnunar þjóðgarðs og þar það tengt suður fyrir Drangajökul. Svo var skrifað strandsvæðaskipulag og þetta var samþykkt árið 2022 eftir langa vinnu á kjörtímabilinu þar á undan. Forsendur þessa strandsvæðaskipulags eru náttúrulega þær að skipulagsvald sveitarfélaga nær bara út af netlögum sem eru 50 metrar út fyrir meðal stórstraumsfjöru, fyrirgeðu, 120, 60 faðmar, mínir faðmar þá. Og það þýðir að sveitarfélögin hafi ekki formlega skipulagsheimild á svæði sem að nær fyrir utan þetta og svo háttar náttúrulega til að við erum með mjög mörg sveitarfélög hér á svæðinu þannig að þau þyrftu þá líka að koma sér saman þetta. Hagsmunir Súðavíkurhrepps sem eru með land sem liggur að mörgum fjörðum eru nátengdir hagsmunum Ísafjarðarbæjar og svo framvegis. Þannig að úr varð að strandsvæðaskipulag var tækið sem var búið til og það er ekkert leyndarmál og það var búið til vegna þess að það þurfti að svara erfiðum spurningum staðsetningu lagseldis, einkum og sérlagi, þó að ýmsar aðrar spurningar hafa sjálfsögðu verið til grundvallar. Og niðurstaðan úr þessu var þessi mynd hér og þarna sjáum við að það eru grænir litir í nokkrum stöðum, í Dynjandisvogi sjáum við í botni Dýrafjarðar, í botnum fjarðana í Ísafjarðardjúpi en langsamlega stærsta svæðið að sjálfsögðu Jökulfirðir sem að þarna eru settir grænir og Aðalvíkin líka, milli Rits og Straumness. Og á grænu svæðunum eru settar talsvert hamlandi ákvæði til dæmis að skeldýrarækt, fiskeldi, haugsetning, efnistaka, þverun fjarða og orkuframleiðsla eigi ekki heima innan þessara svæða. En veiðar verði áfram leyfðar og ýmislegt svona sem tímabundið verði áfram leyft, þar að segja þar sem að bátur kemur inn og bátur fer út, en svona allt sem fast bannað. Og þetta var að sjálfsögðu ekki óumdeilt og Bolvíkingar mótmæltu þessu, það voru svona sérstaklega Bolvíkingar sem gerðu það og það voru háværar raddir líka í Ísafjarðarbæ um mótmæli gegn þessu. Og hérna kannski kristallast að strandsvæðaskipulagið var kannski heppilegur vettvangur þegar öllu var á botni hvolft, að þetta var vettvangur sem að mörg sveitarfélög gátu komið saman til þess að taka einhverja eina ákvörðun sem að snerti þau öll saman. Bolvíkingum til varnar eða bæjaryfirvöldum í Bolungarvík til varnar og þá það raunar þannig að með því að útiloka fiskeldi í Jökulfjörðum og Bolungarvík náttúrulega liggur næst í Jökulfjörðum þannig að Bolungarvík hefði orðið þjónustusvæði fyrir Jökulfjarða fiskeldi að þar eru hagsmunir sem að hlaupa á milljörðum og það eru raunverulegir hagsmunir sem að gætu nýst til þess að byggja innviði og við sjáum að innviðauppbygging í Bolungarvík og víðar hér á Kjálkanum að nokkru leyti fjármögnuð með beinum hætti úr skatttekjum sem að koma frá fiskeldi og svo með óbeinum hætti í útsvarstekjum og fasteignagjöldum og ýmsu fleiru. Þannig að þetta er ekki létt ákvörðun að taka að neita sér milljarða efnahagsumsvif með þeirri velsæld sem að því fylgir. En ég held að
að sumu leyti hafi þetta verið, og ég náttúrulega greiddi þessu mitt atkvæði, að þetta yrði lendingin. Þetta var mjög fljótlega á þessu kjörtímabili. Ég held að þetta hafi verið góð nálgun og ég held að hún hafi líka undirstrikað og megin rök mín í þessu, eða ein af rökunum allavega, voru að með því að friða Jökulfirði að þá næðist kannski meiri sátt djúpið og það veri meiri líkur að við næðum þá matvælaframleiðslu, byggðafestu, velsæld og auknum skatttekjum í Ísafjarðardjúpi með því að segja við ætlum ekki að snerta Jökulfirði. Og þessi umræða ekki hávær lengur, en svo getum við farið út í lengri sálma með þetta allt saman. En svo það stjórnunar- og verndaráætlunin. Hún gildir frá 2019 til 2028. Þar á Ísafjarðarbær aðild að þessari áætlun og hún svona plagg sem að fer aðeins nánar ofan í einstakar reglur og á að vera aðeins svona liðugri til þess að fara í smáatriði. Kannski ekki reglugerðar ígildi en svona nánari útfærsla. Og þarna ýmis ákvæði, eitt ákvæði til dæmis fjallar að landtaka, hópastærðir til dæmis ákvarðaðar í þessu plaggi. Landtaka skipa sem með fleiri en 51 farþega það tekið fyrir það og fjölmargar aðrar takmarkanir sem að settar á til þess að vernda upplifunina fyrir öðrum gestum en einkum og sérlega vernda sérstöðu og náttúru- og dýralífsvæðisins og notkun þess til framtíðar. En þarna ýmis önnur ákvæði sem að ég hef svona haft mínar skoðanir á. Það þarna til dæmis annað dæmi það þar sem að tekin ákvörðun að neita sér efnahagsumsvif og velsæld að banna þyrlunotkun í friðlandinu. Við vitum að það flogið á þyrlum á öðrum stöðum á landinu þar sem að fólk hefur af því atvinnu og ferðamennir hafa af því yndi og ánægju. En það var tekin ákvörðun að þetta ekki gert á Hornströndum og ég í sjálfu sér ekki ósammála því. Ég vil hins vegar bara benda á að það eru teknar svona ákvarðanir þarf að taka og þær eru teknar á þessum vettvangi. Þarna að vísu líka tekin afstaða að það sé allt drónaflug sé bannað. Ég held að stundum hafi verið farið aðeins offari í að takmarka eða að reyna að takmarka að koma í veg fyrir að slúbbertar og ókurteist fólk komist upp með að gera hluti þegar að kurteist fólk og aðeins kannski flóknari reglur gætu nægt til þess að ná bíli beggja. Ég held að ef það engin annar á staðnum að þá og ef það ekki alveg ofan í fuglabjargi sé drónaflug alveg fullkomlega eðlilegt og ég held að sé óþarfi að vera að setja of hörð bönn á það. Ég veit í líka athygli, ég hef brotið þetta. Það reiðhjól alfarið bönnuð samkvæmt þessari stjórnunar- og verndaráætlun sem ég held að sé óþarflega harkalegt en það ekki orði minnst á hestaferðir sem að ég svona velt upp hvort það sé vert að taka fram vegna þess að þetta mynd úr hestaferð í kringum Drangajökul. En svo svæðisskipulag Vestfjarða sem til umfjöllunar. Það enn annað plaggið sem að ég ennþá að reyna að átta mig á hvað þýðir og þetta þá fyrir Vestfirði í heild sinni og ætlað að vera vettvangur fyrir öll 8 sveitarfélög svæðisins til þess að taka ákvarðanir ýmiss konar málefni sem að fara þvert á sveitarfélagamörk. Einkum hafa samgöngur, íbúaþróun og orkumál verið til umfjöllunar en ýmis önnur mál einnig. Og þetta ennþá í vinnslu og verður væntanlega klárað á næsta eða þarnæsta ári. En í þessum drögum ekki mikið fjallað Hornstrandir. Það talað að standa vörð sjófuglabyggðir sem Vestfirðingar bera ábyrgð á heimsvísu. Það ekki talað aðrar fuglategundir og ég seti innan hottklofa ákvæði refinn vegna þess að það var mín tillaga sem hefur ekki ennþá komist inn í vinnuplöggin en ég held að muni nú renna í gegn, sérstaklega ef að Ester fær eitthvað það ráðið. En þarna líka mynd af friðlandinu og mögulegum stækkunum. Það þarna mynd af þið hafið sem sagt ekki aðgang að þessu, ég veit ykkur hérna aðgang að einhverjum vinnugögnum
Þetta ekki opinbert, en það verið að ræða mögulega þjóðgarða á Vestfjörðum í þessu plaggi og þarna eru til dæmis 2 útfærslur á Drangajökuls þjóðgarði settar fram. Og ég vek athygli á þessu, hér verið að endurvekja þjóðgarðshugsunina sem var reynd samkvæmt erindi Yngva áðan en falli frá og það var ákveðið að friðlýsa í staðinn. Og það er veigamikill munur á friðlandi og þjóðgörðum. Þjóðgarðar þurfa í svona nema sérstaklega standi á að vera í ríkiseigu, það er að segja landi sjálft og það eru aðri bæði kostur og gallar við þessi verndarform. En þannig að stóra svæðið er þá svona stærri útgáfa, þar er augljóst og þar eru einkaaðilar sem eiga landið og það verður ekkert gert nema í sátt við þá. En þarna er líka gult svæði sem er minni hugmynd, þar er Drangajökull undir og land sem er nú þegar í ríkiseigu og það mætti hugsa sér að það yrði stofnað sem þjóðgarður þá og ekkert endilega í tengslu við Hornstrandafriðlandið, þó að ég held að það myndi styrkja hvort annað. Þetta er enn til umfjöllunar og það verður gaman að sjá hvað kemur út í því, en nýlega í ágúst í fyrra kom út skýrsla sem að fjallar þetta og það eru opinber gögn og það er fjallað sérstaklega lagalega hlið þjóðgarða og hvaða forsendur þurfa að liggja til grundvallar þegar þjóðgarðar eru stofnaðir og hvaða kostir eru og gallar við það. Hér er talað að þetta myndi styrkja Árneshrepp og hérna stendur sem að friðlandi og Hornströndin gæti fallið inn í nýjan þjóðgarð en þyrfti ekki gera það en það myndi tala fyrir þessari hugmynd að stærð landslags heildarinnar myndi auðvitað aukast. Og það er náttúrulega sambærilegt með þetta svæði hér og Hornstrandir þegar það var friðað að búseta og búskapur er sáralítill. En svo er það stefnað við sitjandi bæjarstjórnar og ég bara svona fór í svona tímarit.is fyllir í þegar ég var að undirbúa þetta og fór að rifja upp hérna Leirufjarðarveg sem var svona klassískt dæmi það sem að sitjandi bæjaryfirvöld þurfa að takast á við. Þarna var, ef að þið munið, veitt leyfi fyrir því að maður sem að þurfti þetta var sem sagt utan friðlandsins, vissulega, sunnan megin í Jökulfjörðum, en þó þannig að svona almenn stefna bæjarins hefur verið að svona láta að mestu sömu reglur gilda, sikkur megin við Jökulfjörðina, að hann fekk leyfi til þess að fara með jarðýtu til þess að varna landbroti og varna því að húsið hans færi niður í jökulána, en fekk leyfi til þess að labba á jarðýtu innan gæsalappa, en endaði á að gera þennan svona drellifína akveg. Og hér eru myndir sem ég tók svo nokkrum árum seinna þegar ég var hérna á ferð með ferðamenn og þetta var algjört rugl. Það verður bara að segjast. Annað plagg sem að tengist þessu, sem að kannski sýnir, endurspegla sýn Ísafjarðarbæjar á Hornstrandir, er að almennt kemur fram hérna í stefnu og aðgerðaáætlun móttöku skemmtiferðaskipa við hafnir Ísafjarðarbæjar sem var samþykkt í apríl 2024 og það eru ýmis ákvæði, til dæmis voru við fyrsta höfnin til þess að setja tölulegt hámark á fjölda skemmtiskipagesta á dag. Það hámark hækkar eftir því sem að innviðir batna og þjónustan batnar og eftir þessu hefur verið tekið víða land og á Evrópuvísu hvað þetta gekk vel og áfram er unnið að þessu og ég held að það hafi orðið algjör umsnúningur í viðhorfi fólks til skemmtiskipa bæði hér innan sveitafélagsins og á landsvísu. En þarna er ákvæði sem að tengist erindi þessa fyrirlestrar að almennt skulu skemmtiskip ekki taka land undan hafna. Þar sem Ísafjarðarbær er landeigandi er það því bannað nema í undantekningartilvikum og þá með leyfi bæjarstjóra eða hafnastjóra. Skemmtiferðaskip skulu hafa skýrt leyfi landeigandi til landtöku utan hafna og landtöku á Hornstrandafriðlandinu gildir verndaráætlun sem meðal annars bannar landtöku hópa sem eru fjölmennari en 51. Og þetta eru svona svona stóru drættirnir í þessu. Ég ætlaði svo að
koma með eitthvað svona samantekt og ég held að samantektin sé nú að svona þrátt fyrir allt sé sátt alla megindrætti í framtíð Hornstrandarfriðlandsins og það hafi náðst þessi sátt á þessum 50 árum sem að þetta friðland hefur gilt og að það sé helst í smáatriðum sem að einhverjar deilur eru ég held að það væri þá helst í mögulegri stækkun en sporin hræða þar og ég held að það sé komin mjög mikil reynsla á það bæði í þjóðgarðshugmyndunum fyrir 50 árum síðan en líka í þjóðgarðshugmyndum á síðasta kjörtímabili þegar átt að gera þjóðgarða í Vatnsfirði og á Dynjanda að það er betra að fara sér hægt í þessu betra er að vanda það sem lengi ástanda. Takk fyrir mig. Nanni Arna Guðmundsdóttir er næst á svið með loka innlegg hér áður en að við förum í örstutur umræður hérna á eftir en hér er komið erindi hennar upp á svið. Þið marg þekkið til Nanniar, hún er úr Hortvík og er í þessari bæjarstjórn og svo er hún líka stórgrósir í ferðarþjónustu. Já. Gylfi, þú hefur getað lagað þetta fyrir mig. En takk fyrir þinn flutning, Gylfi, og takk fyrir að taka þér að vera með skemmtiatriði. Það hefði ekki verið gott ef ég þurfti að stjórna fjöldasöng. Þannig að nú er allir bara hressir og til í mitt innlegg. En ég ætla bara að byrja eins og Yngvi frændi. Rebekka Stígs er amma mín fyrir ykkur sem ekki vita. Þannig að við séum að endum þetta bara eins og við byrjuðum. Þannig að ég ætla að fara aðeins yfir framtíðarsýn í ferðaþjónustu og ég vek athygli á því að við erum að tala um framtíðarsýn í ferðaþjónustu og þetta er í eintölu. Ég er ekki búin að tala við aðra ferðaþjóna á svæðinu til þess að fá þeirra hugmyndir hvað þeim finnst, heldur er ég tala svona meira frá mínu brjósti og ég hef einhver hluta vegna, við höfum kannski komið aðeins inn á það hérna áðan, þá hefur verið svolítið mikið að gera hjá mér í vikunni og ég hef ekkert mikið náð að tala þetta við meðeigendan minn í ferðaþjónustunni og þar sem hann er svo heppinn að vera ættaður frá Fljótavík þá er hann svona með framkvæmdagen sem hann ræður ekki við þannig að við erum kannski heldur ekkert alveg að tala saman á sömu nótum. En ég ætla að byrja á því að segja ykkur að ég kynntist Hornstrandir fyrst þegar við fórum til Hesteyrar, stórfjölskyldan, það var 1978, þá var með okkur í för fólk sem fæddist og bjó á Hesteyri og náttúrulega amma og afi sérstaklega amma sem hafði mikil tengsl við Hesteyri því að þar dvaldi hún og Hesteyri var náttúrulega þorpið þar sem hún þurfti að versla gatn ef það vantaði hnotu í nærskýrstuna. Þannig að það voru mín fyrstu kynni og ég man þegar við sigldum, ég þurfti að sigla og ég var 8 ára, nú ætlum ég bara að segja ykkur hvað ég er gömul, ég var 8 ára og við sigldum yfir, það tók hálfan daginn að sigla yfir á Hesteyri í einhverju trillu og ég var svo sjóveik að ég held að afi hafi gefið mér eitthvað róandi því að ég var alveg að fara yfir á þessari siglingu en ég man ennþá eftir því þegar við sigldum inn Hesteyrarfjörðinn hvað þetta var ólýsanlegt. Bara þegar það var ennþá gamla bryggjan standandi uppi og ég lá fram á og horfði niður í sjóinn þegar við erum að leggjast upp á bryggjunni og mér fannst ég geta talið skeljarnar. Ég sá fiskana synda og ég sá þörunginn dansa í sjávarföllunum og ég man þetta ennþá hvað þetta var svo ótrúlega sterkt. Þannig að og ég vil bara að allir fá að upplifa þetta. Og já, nú er ég búin að segja ykkur frá Hesteyri. Þannig að En þá ætla ég að fletta. En ég ólst sjálf upp við sögur af Hornströndum, eins og ég sagði það og við erum búin að koma inn og þetta bara er í blóðinu á okkur. Það eru allir að segja okkur sögur. Og sögurnar mínar snerust kannski aðalega Hortvík og Hesteyri. Sögurnar voru sagðar af mjög skemmtilegu fólki mjög skemmtilegt fólk. Þannig að í svona mínu barnsminni þá var bara mjög gaman að vera á Hornströndum, það var eitthvað mjög skemmtilegt.
í öllum sögunum var fólk að ganga. Það voru allir að ganga einhvert, að fara einhvert eða koma einhver staðar frá og það var enginn að slóra. Þetta var bara, við erum að fara þangað og við erum að koma tilbaka. Ég er að fara á hestir að sækja póst og ég ætla svo að drífa mig tilbaka. Og ég er að fara á ball á dynjanda sem endaði reyndar á bæjum en ég ætla bara samt að drífa mig. Ég ætla ekki að vera að slóra neitt í þessu. Þannig að allir voru að ganga og svo náttúrulega fór fólk á skíðum á daginn, á veturna og svo gat að komið fyrir að það þurfti að komast yfir á Ísafjörð. Það sem var ekki hægt að ganga þá var gengið inn vík yfir fjall, niður í fjörð og þar beir bátur og sigldi með það yfir á Ísafjörð. Þannig að þetta voru mínar sögur. Sögurnar hjá Rúnari eru bara mjög svipaðar. Hann átti afa sem að gekk frá Fljótavík til Aðalvíkur í vinnuna á hverjum degi til aftur tilbaka á kvöldin. Þannig að fólk var bara einhvern veginn alltaf á ferðinni. En það voru náttúrulega líka svona aðrar sögur. Það voru líka sögur af erfileikum og það voru líka sögur af því hvað fólk hjálpaðist að, hvað fólk stóð saman og hvað fólk hugsaði aðra í kringum sig. Og af því að Dórótea situr fyrir fram með mig, þá man ég eftir einni svona göngusögu þar sem að amma var fannst mér bara búin að ganga allar Hornstrandir á einum sólarhring og endaði á að ganga yfir í Látravík til ömmunar Dóróteu sem var þá að eiga barn og hún þurfti að hjálpa til þar. Þannig að það fólk var bara, börnin voru bara einhvern veginn út allar trissur, aldrei heima hjá sér og að hjálpa til. En það var næsta. En mín saga úr ferðaþjónustu byrjar fyrir svona kannski tæpum 20 árum síðan og mér finnst gaman að tengja ferðaþjónustuna mína við þessa sögu. Við erum bara að ganga eða skíða eða fara á bát sem heitir reyndar kajak í þessu tilfelli en gaman að geta tengt þetta svona við það sem var áður á svæðinu og notið þá innviði sem að fólki skildi eftir fyrir okkur. Þegar við byrjuðum fyrir 20 árum þá Friðlandi hvað 30 ára og svæðið hefur ekki mikið breyst á þessum 20 árum. Það bara eins nánast, það var tóftirhúsa, hvönn og kervill út allt en kannski það sem að tófan og vappi en það sem hafði kannski breyst var að gömlu þjóðleiðirnar sem þetta fólk var alltaf að flýta sér að ganga. Þær voru meira núna gengnir í svona grófbotnuðum gönguskóm og fólk var bara alltaf að fara í nestuspásu. En það sem hefur breyst gríðarlega á þessum 20 árum umgerð ferðaþjónustunnar á svæðinu. Og fyrir mig sem ferðaþjón þá hefur hún tekið stökkbreytingum. Og ég vil segja kannski fyrst þegar við komum þá var umgengnin svolítið vilt. Það var svona kannski smá svona vilda vestur stemming. Ég man eftir að þegar ég fór fyrst í skíðaferð í Hrafnfjörð þá var ég mjög undrandi á þessari miklu vélsleða traffík sem var þar í kringum mig og ég man eftir á einum degi þá taldi ég 50 vélsleða bara á ferðinni. En það var náttúrulega á þessum tíma giltu reglur friðlandsins sem voru endurnýjar 83 ekki? 85 og það alveg skýrt kveðið á í reglunum að umferð vélknúinna ökutækja sé bönnuð en það var klausan en þó mega landeigendur vitja húsa sinna og það þýddi að kannski í einu húsi var einn landeigandi að fara með 50 aðra landeigendur sem ég ætla að leyfa mér að segja innan gæsalappa landeigendur með sér að skoða einhvað hús þannig að þetta var svona gráa svæði sem að fólk fekk að leika sér með. Ég man líka eftir að þegar við fórum að dvelja lengur, svona fleiri daga á sama stað, það var eftir 2015 þegar við gerðum leigusamning Kvíar á sínum tíma, við landeigendur þar, að þá fórum við að taka eftir ört vaxandi ágengni skemmtiferðaskipa að komast inn í Friðlandi. Kannski fyrst var þetta svona rétt að kíkja inn í Jökulfjörðina, aðeins að taka svona, svo var þetta alltaf svona dýpri og dýpri kúrs og ég man sérstaklega eftir einu sinni þegar leiðsögumaður sem var þarna okkar vegum í Kvíum vaknaði með hóp og kallaði talstöðnum bara, heyrðu, smá skrítið, en það skemmtiferðaskip fyrir utan
og þeir eru búin að setja út léttabáta og þeir eru bara að koma hérna upp í fjöruna í Kvíum. Hvað á ég að segja? Og ég sagði bara, býttu, ég ætla að hringja í Kristínu. Og svo það sem að, þú veist, við vorum líka aðeins að glíma við og Gylfi kom inn á hérna áðan, það var með þyrluflugið. Auðvitað fengum við margsinnis fyrirspurnir það hvort að fólk gæti ekki komið til okkur á þyrlum, hvort það var ekki hægt að vera í þyrluskíðun. En Búbbi vinur minn sem nú farinn, af því hann þurfti að fara í partí, hann sagði einhvern tímann að það þarf ekki að gera alla hluti allstaðar. Sumir staðir mega bara vera aðeins öðruvísi heldur en aðri staðir. Þannig að því Gísli líka, þá man ég eftir þessari umræðu bæjarstjórn 2014-18, þegar stjórnan og verndunarnáætlunin var svona í bígerð, að bara hvort við ættum ekki hreinlega að banna þetta. Af því það gat ekki einn sagt bara nei, þetta er bannað. En við vissum að landeigendur voru ekki hrifnir af þessu og við vissum að þetta var truflun og þetta var ekki það sem aðrir ferðamenn vildu sjá og heyra. Þannig að við tókum þessu umræðu, ég man ekki hvort að við skrifum þetta, gerðum ályktun eða bókunum að þetta væri bara ekki það sem við vildum. Og þannig rataði það inn í svo ég get ekki sagt orð, stjórnar og verndun. Og þá ætla ég aðeins að tala um hana stjórnunar og verndunar áætlun sem að tók gildi þarna 2019. Að það sem hún breytti eiginlega bara landslæginu fyrir ferðaþjóna á svæðinu. Hún setti svo góð og skýr mörk. Að bara annarkvort mátti þetta eða þetta var bannað. Það var ekkert já en. Og það, þú veist, að fá þessi skilgreiningu á fjölda farþega sem máttu koma, banna þyrluflugu, banna, nei þú mátt ekki vera með dróna þú verður nefnilega að sækja leyfi og það má, þú veist, þú ert að fara á greni þá verður að gera þetta svona og fyrir okkur var þetta í rauninni svona fyrsta plaggi sem setti eitthvað svona góðan ramma það sem við vildum vera að gera á Hornströndum, af því að sjálfsögðu vildum við bara vera að fylgja því sem að landeigendur og aðrir sem eru að nota svæðið vildu. Þannig að við höfum enga ánægju því að fara fram úr okkur eða öðrum með að bjóða upp á einhverja afþreyingu. Það sem hefur líka styrkt okkur að tilkoma Hornstrandarstofu, þar sem að við erum í miklu samstarfi, við erum að tala mikið við Kristínu og þær sem að vinna hjá henni á Hornstrandarstofu. Við höfum líka lenti því að eins og við vitum öll að þá eru líka gestir að fara inn á svæði sem eru á eigin vegum. Þannig að við erum að fara með bátinn og svo fara þeir á eigin vegum inn á svæðið og oft lendum við því að fólk með mjög óraunhæfar hugmyndir hvað það ætlar að gera á svæðinu og mjög illa búið. Þannig að þá er rosa fínt að segja bara, þarna talið við þar á Hornstrandarstofu, það er geta leiðbend ykkur og svo stundum hringjum maður og bara þess er ekki með þetta sko. Og þannig að það verður eitthvað hjálpa þeim og stundum þá bara vitum við það ekki heldur. Þannig að þá er gott að hringja og segja hvernig er skálakambri núna, er allt í lagi að fara með fólk þessa leið eða hina leiðina. Þannig að þetta er það sem að tilkoma Hornstrandarstofu hefur gert okkar starf ótrúlega gott og þægilegt. En þá erum við komin að því sem ég ætla að tala framtíðarsýnina. Nú erum við komið þangað. En í mínum huga, og ég ætla að endurtaka, ég er ekki búin að tala við neina aðra ferðaþjónustu aðila á svæðinu, að þá á Friðlandið og Hornstrandir að fá að þróast áfram í takt við náttúruna, eins og það hefur gert síðustu 50 ár. Og það á að vera keppikefli að halda í víðerni, sérstaklega þeirra landsvæða sem eru algjörlega ósnortin af mannanna verkum. Og þá er ég að tala firðina eins og Lónafjörð, þar sem að við ætlum ekki að gera neitt. Margir segja að þetta sé fallegasti fjörður í heimi. Ég ætla ekki að segja neitt það, en hann er mjög fallegur og það er mjög gott að vera þar. En mér finnst líka við vitum að það er ásókn í svæðið og eins og Ester kom inn á áðan þegar hún var að fara inn á svæðið 1998 að þá var bara einn bátur á vori og einn bátur á hausti eða mjög stopular ferðir og menn áttu báta og menn gáttu farið sjálfir. Núna er þetta kannski ekki alveg þannig þegar þriðja kynslóð komin og það er bara allir að panta sér ferð með bátum, þannig að landeigendur njóta góðs af því að það eru aðrir ferðamenn að koma, þannig að það er
tími og annað slíkt, en við verðum samt alltaf að passa uppbyggingin, hún sé sátt við landeigendur og náttúruna. Þannig að við förum ekki einhvern veginn fram úr okkur í að búa til hótel á Hesteyri þó það eigi að vera dýrin inn á svæðið eins og við tölum hana 2014-18. Þá held ég að ég sé að fara hendur sprengjunni. Ekki alveg strax, hún er það næst. En það sem við höfum kannski lært að vera ferðaþjóð, það eru áskoranir sem við lendum í og ég ætla að fá að taka blaðið og lesa af því að hún sagði, Dórótea áðan, að það er fallegast í heimi á Hornströndum sem það er og ég tek algjörlega undir það, en ég ætla að fá að bæta við í góðu veðri. Og í beinu framhald af því þá ætla ég að grípa í orð Magnúsar Kristinssonar frá Horni og ég ætla að taka það fram, þetta er ekki orðrétt og Andrea ekki að horfa á mig með þessum augum, sakfræðingur, en það er haft eftir Magnúsi Kristinssyni frá Horni að hann hafi sagt: ég vil engum svo illt að þurfa að dvelja í því helvíti sem Hornvíkin er. Og ég er ekki að segja að Hornvíkin sé helvíti, en þegar veðrið er, eins og það var til dæmis allt síðasta sumar, þá er þetta ekkert sérstaklega skemmtilegt, sko. Það er þetta bara pínulítið erfitt og göngufólk sem er sérstaklega á eiginvegum, þekkir ekki til aðstæðna, veit ekki hverju að vona á. Því getur bara fundist eins og það sé í lífshættu og upplifir svo oft þannig. Það veit ekki að göturnar, fyrsta lagi þá vita fáir að göturnar eru ekki götur heldur slóðar og verða hissa þegar þeir koma og einhvern tímann fengum við reyndar ábendingum að því við erum með gönguferð frá Veiðileysusfirði yfir í Kvíar og fengum ábendingu að já, þetta var fín ferð og rosa gaman en þið ættu kannski aðeins að reyna að grjóthreinsa leiðina. Þannig að fólk áttar sig ekki alltaf á hvernig aðstæðurnar eru og það er rosalega stór og mikil áskorun. Því að við Kristín höfum nú átt í löngu samstarfi og fleiri ferðaþjónar á svæðinu og björgunarsveitir og landeigendur að það er ekkert grín þegar allt fer í skrúfuna, sko. Og þess vegna ætla ég núna að gera alla brjála að allavega gefa eitthvað til þess að tala um. Ég held að framtíð Friðlandsins sem ferðamannastaðar ætti að taka svolítið mið af þessari umgjörð sem er annar staðar, er í Evrópu þjóðgarða almennt. Þannig að við séum að tala einhvers konar takmarkanir sem feilast í að fólk þurfa að skrá sig inn á svæðið og fólk þurfa að gera grein fyrir ferðaplaninu sínu. Því að það er oft sem að fólk hefur mjög óraunhæfar væntingar. Það er að flýta sér. Það ætla bara að tikka einhver box, það er bara ég þarf að komast þarna og ég ætla bara að gera það á einum degi og það eru kannski 30 kílómetrar og þegar maður reynir að útskýra þetta er ekki, þú ert ekkert að fara að gera þetta á einum degi. Já, ég er nú með svona, geng svona kílómetrin á 10 mínútum, sko. Þannig að þetta verður ekkert mál fyrir mig. En þú ert að fara að ganga á Hornströndum, þannig að þetta er ekki alveg, en þannig að fólk er að skrifa niður ferðaplanið sitt, það er það tilgreina gönguleiðir og bóka tjaldsvæði og mér finnst það bara alveg eðlilegt að fólk þarf að bóka og borga fyrir tjaldsvæði þó þetta sé í Friðlandi. Og með því að halda einhvers veginn utan ferðaplan fólks og þá er ég náttúrulega bara að tala ferðamenn sem eru, aðalega ferðamenn sem eru á eigin vegum, að þá er hægt að vera með aðgangsstýringu inn á svæði. Það er hægt að segja bara þetta svæði viðkvæmt, það er ekki sniðugt að ganga hér í mælum eða þú farir í staðinn. Það er hægt að halda utan fjöldan sem er inn á svæðinu hverju sinni, þannig að þegar við fáum veðurspá eins og við fengum svona 40 sinnum síðasta sumar, þegar við þurftum að hringja bara hvað eru margir inn á svæðinu. Er einhverju, veistu einhver þarna, þarf að sækja einhver þarna, eigum að senda einhvern yfir, erum að fara inn í Veiðileysufjörð að sækja fólk, að þá bara vitum við hvað eru margir á svæðinu og hvernig við þurfum að bregðast við. Og sama að ef að það er frábært sumar, eins og ég ætla ekki að segja neitt, eins og kemur stundum og allir vilja komast til Hornstranda, af því það er best að vera þegar það er gott veður allavega,
að þá hægt að segja bara tjaldsvæðir uppselt. Það búið að bóka hérna 50 manns á tjaldsvæðið á Hortvík og það bara komast ekki fleiri. Þannig að ég svona að leggja það inn í púkkið það sem að getur verið framtíðin og mér finnst líka alveg umhugsun að verta að hugsa það hvort að það ætti líka skylda ferðaþjóna til þess að sækja leyfi til að bjóða upp á ferðir inn í friðlandið. Því að við munum væntanlega öll eftir hérna ferðaskrifstofunni erlendu sem að seldi ferðir með mat og gistingu og fólk hérna gisti í neyðarskýlunum og borðaði neyðarmatinn. Þannig að hérna, það gerðist náttúrulega fyrir löngu síðan, við erum ekki þar ennþá, en við erum samt ofta glíma við það að þurfa að hjálpa fólki sem að veit ekkert hvað það á að vera að gera. Þannig að, en ég ætlaði svo bara að enda þetta á að segja ykkur að hérna, samstarf rosalega mikilvægt. Við sem hérna, ferðaþjónar ættum erfiðara með að vera á Hornströndum með ferðir nema að því að við viljum vera í góðu samstarfi við Náttúruverndarstofnun, við viljum vera í góðu samstarfi við landeigendur og við viljum vera í góðu samstarfi og samvinnu við landeigendur. Og það sem ég ætlaði kannski að segja, restina að mikilvægast samt fyrir svæðið í heild að halda í sjarman, við ætlum ekki að halda í hérna byggðina eins og hún var, heldur ætlum að halda í sjarman og kannski þennan sjarma sem að greip mig þarna 1978 og við séum að hugsa svona hæglætisferðamennsku í staðinn fyrir að tikka í boxferðamennsku. Og hæglætisferðamennsku þar sem að hérna, gestir koma og bara róa sig aðeins niður, hlusta á þögnina, dvelja í kyrrðinni og horfa inn í birtuna. Takk fyrir mig. Það föstudagskvöld og hérna við sýnum því skilning ef fólk orðið æst að komast á barinn. Ef fólk vill lauma sér út, þá dæmum við engan. En mér langar nú samt að fá Nanný og Gylfa til þess að koma og setjast hérna í settið. Og ég ætla líka að biðja hérna forstjóra Náttúruverndarstofnunar, Sigrúnu Ágústsdóttur, að bætast við. Nema hún sem farin á barinn? Nei, hún nú komin hérna. Já, flott. Hún sest þarna á milli Ísfirðingana. Það nú verið skrítið ef forstjórinn hefði komið síðust og farið fyrst. Það svona, fólk hefði tekið eftir því. Af því að þú mistur af tækifærin áðan að tala, Sigrún, þá ætla ég bara að bjóða þér að vera fyrst og spyrja þig í raun sem forstjóri í ríkisstofnun, færði ekki alveg vatn í munnin þegar þú heyrir þessar hugmyndir hennar Nanný að aukin umsvif stofnunarinnar og svona vesen, það ekki? Þetta lítur að vera draumur hvers forstöðumanns. Meiri stýringu mennaru? Já, bara þetta störf, þetta þú veist, tölvukerfi, þetta símsvörun, þetta talstöðvar, þú veist, það stuðið þessu, ekki? Ekki endilega. Nei, ok, ég skal umvara spurninguna, hvernig hljómar þetta í þín eyru? Allt saman áhugavert. Það sem að mér finnst koma sterkast fram hérna í dag, það samvinnan. Það samvinnan sem að lykilatriði í þessu öllu saman. Án hennar hefði ekki verið hægt að stofna þetta friðlanda sjálfsögðu og án samvinnu við landeigendur, sveitafélag og ferðaþjóna og alla þessa aðila í dag. Og þannig þarf friðlandi að þrífast og vaksa áfram. Þessar hugmyndir eru skemmtilegar í púkkið og áhugaverðar og allar þær hugmyndir sem hafa komið hérna fram í dag og ég bara rosalega spennt að ræða það inn í framtíðina. Það aðalatriði kannski. Mér langar að hérna spyrja það aðeins betur, meira út í hugmyndirnar hérna Nanný sem þú hérna ert að tala þessa hægferðamennsku og svoleiðis Hornstrandir hafa kannski fyrst og fremst til hins almenna ferðamanns, þá ég að tala fólkið ekki húsafólkið eða landeigendurna eða þeirra gesti heldur hins almenna ferðamanns verið kannski markasett mest sem göngu áfangastaður. Þið hafið svo í ykkar ferðaþjónustu bætt aðeins við hérna Nanný svona dvalarstöðum sem kannski var ekki eins mikið af í friðlandinu og ferðaþjónar meira kannski að hýsa þá göngu fólki eina nótt eða svoleiðis. Heldurðu að þarna sé
sérðu fyrir þér til framtíðar kannski meiri aukningu þarna, fólk komin til þess að vera, ekki til þess að fara? Gylfi, ég hef kannski átt að lesa greinina sem þú skrifaðir 2007 að dagsferðir væri málið. Af því að við erum með svolítið mikið að láta fólk dvelja og ég held, já, þá held ég að það verði aukning af því að við erum alltaf í meiri og meiri hraða eftir því sem að við kannski fjarlægumst Ísland og erum að taka á móti gestum sem koma erlendis frá, að þá erum við jafnvel að fá fólk sem hefur bara aldrei upplifað náttúru, bara aldrei að fara út að ganga því það býr í stórborg, þá það vill fá að koma og vera og bara dvelja í sjálfum sér. Ekkert endilega að hafa eitthvað mikið fyrir stafni, heldur bara koma og sitja og horfa og hlusta. Og ég held að það eftir að aukast, já, sannarlega. Og mér finnst það spennandi að líka bara að því það til dæmis ferðamennska sem hugnast mér mjög vel, þannig að það væri meira viðurkennt, þá væri ég með til í það. Ég nefndi það ekki áðan, ég hnauti það hjá Yngva, þegar hann var að vitna í, man ekki hvort það var ræða á Alþingi eða hreinlega greinargerð með frumvarpinu, að það væri svo frábært tækifæri fyrir fólk að komast út úr allri geðveikinni árið 1970, allum hraðanum og ruglinu í stórborginni Reykjavík. Og svo hugsaði ég núna 50 árum síðar að það hefur kannski breyst aðeins meira, það er kannski ennþá meira erindi. Ég veit að það er ekki bara tímastjórnunin mín sem þarf að standast, heldur það líka svo mikið að vera í þessum sal, það eru tónleikar hér á eftir, þannig að við þurfum að fara að klára, en mér langar að athuga hvort að það einhver ein geggjuð eða tvær spurningar í salnum til þessa hóps og ég sé að Hlíf réttur upp hönd og að sjálfsögðu gefi ég henni bara orðið. Það er ekki fyrirspurn sem ég er með. Nei. En mér langar að þakka Nanný fyrir framtíðarsýnina og vekja athygli á því að þetta er ekki bara glansmynd. Því eins og við erum búin að tala í dag, við erum búin að tala það hvað gott að vera og frábært og skemmtilegt og allt það. En mér fannst þetta að vera góð lýsing hjá henni á síðasta sumri. Við sem að vorum þarna síðasta sumur, við þekkjum þetta. En það er eins og sé, ég vil reikna því að þegar farið með fólkinn á svæðið, að þá sé bara gott veður. Það er ekki talað gott og rigningu og þoku dagar í dag, en þannig þetta oft. Einmitt. Já, það er auðvitað mjög mikilvægt að hafa það í huga, þó að það væsi auðvitað ekki föruferðabændur, þó að blása aðeins og rigni. Þá getur farið illa í tjöldum og maður orðið vitni af því sjálfur og jafnvel lent í. En einhver fleiri sem myndu vilja segja eitthvað svona í lokin? Já, það er meðeigandi Nannýjar í ferðaþjónustu fyrirtækjum Bórea sem kom byrja spurningu. Ég sakna þess bara í eðli föruferðabænda að ekki tala föruferðaþýskuna. Nei, einmitt. Ég held, þær voru sennilega vona að ég myndi giska tala það. Ég nefndi fyrirferðatíman en ekki tískuna. Það er náttúrulega það er verkefni í ykkur mannfræðigrein, sennilega, já. Hún er komin út á bók, já, tískutímarit. Já, mjög gott. Já, gjör svo vel. Bara því þú byrjar í upphafi að tala verðmat og verðgildi og hvað þetta væri verðmætt og allir töluðum að þetta væri svo verðmætt í hjartanu og þetta skipta okkur svo miklu máli en ég vildi bara benda á að þegar Umhverfisstofnun keypti húsið á Hesteyri þá jókst verðmat fasteigna á Hornströndum gífurlega. Já. Og fasteignaskattar þar á meðal líka því þetta var eina salan sem hafði átt sér stað í Friðlandi Hornstranda í 50 ár eða eitthvað slíkt. Þannig að það rauk upp 200–300%. Já, einmitt. Takk fyrir ekkert. Gott og vel, mér langar þá bara að fá að þakka öllum sem hér hafa stigið á stokk og fyrir að taka þátt í þessu með okkur og þakka fyrir að fá að vera með ykkur og enda á að gefa Sigrúnu Ágústsdóttur forstjóra Náttúruverndarstofnunar orðið.
Takk fyrir. Þessi þarf að vera aðeins lægri. Það er einstakt að vera með ykkur hérna í dag. Það er dásamlegt. Ferðin hingað var frábær. Ég var í bílnum með honum Snorra og við nutum útsýnisins heldur betur. Þannig að við gátum ekki tekið sénsinn á því að missa af málþinginu að sjálfsögðu. Aðeins öðruvísi. Þið eru öll búin að vera að segja það með einum eða öðrum hætti. Svæði eins og Hornstrandir, tiltölulega lítið snortið, svona stórkostlegt fyrir víðerni og lífríkis sakir, svona svæðum hefur fækkað mjög í veröldinni bara. Þannig að það sem við erum að gera saman, ég vil helst segja þetta svona, það er mjög merkilegt og gríðarlega mikilvægt. Ekki bara fyrir Ísland, heldur á alþjóðavísu. Þannig að ég vil þakka það af öllu hjarta, þessa góðu samvinnu sem ég kom aðeins inn á hérna áðan og það er einmitt þetta leiðarljós sem við erum með í stjórnunar- og verndaráætlun og þið hafi komið inn á hér, það er kyrrðin og róliheitin, í rauninni hæglætið. Það er það sem að gera þetta svæði algjörlega einstakt. Nú, ég vil þakka öllum sem að voru með erindi hérna í dag og Kristínu fyrir framtakssamina og öllum sem að stóðu að skipulagi. Kæra þakkir og takk fyrir þennan góðan dag. Kæra þakkir.